Góða kvöldi, kæru áhorfendur og velkomin með okkur hérna á Elkamöllin. Örn Arnarsson heilsar ykkur fyrir hönd IA TV í þessu blíðskaparveðri hérna. Framundan leikur í 16. úrslitum Mjólkurbikars karla og það IA Grindavík og með mér í þessari útsendingu Lúðvík Gunnarsson. Velkomin. Takk fyrir. Erum við ekki bara dálítið spenntir fyrir þessu? Það hefur verið mjög áhugavert að sjá hvernig Skagaliðið kemur til leiks eftir mjög dapurt tap hérna á þessum velli fyrir Keflavík bara fyrir nokkrum dögum síðan. Já, ég allavega ansi spenntur að sjá hvernig menn bregðast við og það oft þannig að þegar þú slegir niður og þá skiptir máli að koma fljótt upp og ég hlakka til að sjá hvort að það verður raunin með okkar menn í dag. Akkurat. Já, eins og segjum, mótherjarnir Grindavík og síðast þegar þessi lið mættust hérna, við erum búin svona að kafa í söguna, síðast þegar þessi lið mættust á þessum velli þá vann Grindavík 2-0 og við vorum að rifja þennan leiku upp bara hérna rétt áðan. Þetta var árið 2023 í fyrstu umferð lengjudeildarinnar, árið sem að IA fór upp. Akkurat. En þetta var startið á tímabilinu og ábúðslega slakur leikur. Grindavík hefur oft verið svolítið gríla á Skaga. Já, það alveg óvægt að segja það og þessi leikir hafa oftar en ekki verið jafnir og þú veist maður mann eftir þegar maður pjakkur að fylgjast með Skagaliðinu að það var erfitt að fara til Grindavíkur og okkur gekk ekki alltaf vel þar þó að við höfum verið að vinna titla á hana, þannig að þú veist þetta voru krefjandi leikir. Já. En það sem er líka skemmtilegt, eða mér finnst skemmtilegt er að það er ákveðin tenging á milli. Við höfum verið að lána leikmenn til Grindavíkur sem að hafa staðið sig vel og þeir hafa notið góðs af því og ég veit ekki, það er eitthvað svona maður þykir pínu vænt það og ég hlakka allavega útrúlega mikið til að sjá ungt og spennandi lið Grindavíkur takast á við reynslu mikla og íbland efnilega Skagamenn, þannig að þetta verður örugglega flottur leikur. Klálega, og eins og ég segi, þessi lið hafa mæst oft áður, Skagamenn unni 30 leiki, Grindavík 19 þannig að, og 8 sinnum jafntefli, en við skulum kannski bara kíkja einmitt á liðin. Byrjum á Skagaliðinu. Það eru 2 breytingar frá því á móti Keflavík. Þarna sjáum við liðið, Árni Marinó er í markinu, númer 1, númer 5 er Baldvin Þór Berntsen, númer 7 Haukur Andri Haraldsson, númer 8 Guðmundur Þórarinsson, númer 11 Gísli Eyjólfsson og síðan kemur fyrsta skipti í byrjunarliðið á þessu tímabili Erik Tobias Tangen Sandberg og Gísli Laxdal Unnarsson kemur einnig inn í liðið, Böðvar Böðvarsson áfram fyrir liðið, númer 21, númer 22 Ómar Björn Stefánsson, númer 25 Markus Páll Ellertsson sem er búinn að byrja þetta tímabil af miklum krafti og við verðum svona ljóspunktur í Skagaliðinu. Já, ég alveg sammála því og hann hefur komið skemmtilega óvart og við vorum að ræða félagarnir þegar við horfum á leikum daginn að það kemur svolítið aftan að fólki held ég. Hann var þarna út á Ítalíu og er svo laus og ég vil meina að Skaginn hafi gert vel að ná honum af því að þetta er virkilega skemmtilegur leikmaður. Hann er svolítið hrár, hann hraður en virkilega svona, það er einhver element í honum sem maður hrífst af. Þannig að við gerðum vel Skagamenn að sækja hann og eins og þú sagðir, hann hefur bara gert virkilega vel það sem af er tímabili. Akkurat, 5 mörk í deildinni hingað til. Jón Gísli Eyland er síðan númer 66 og varamannabekkurinn. Þar sjáum við að Jóhannes Wall hefur dottið út og Viktor Jónsson einnig sem að detta út fyrir þá Gísla Laxdal og Erik. Ísak Theodor Eidem er varamarkurður, síðan er Gabriel Snær Gunnarsson sem var nú sprækur kom inn á móti Keflavík, Ísak Máni einnig, Brynjar Óðinn Atlason, Daniel Mikael Gregorsson, Jón Breki Guðmundsson og Styrmir Jóhann Ellertsson og Lárus Orri þjálfari hjá IA. Þú hefur náttúrulega væntanlega fylgst vel með Skagaliðinu núna í upphafi tímabils. Hvað finnst þér hérna með stöðun á liðinu akkurat núna svona? Ég meina Lárus Orri er búinn að vera núna með heilt undirbúningstímabil. Hvernig finnst þér staðan á liðinu eins og hún eins og hún á að vera? Er hún eins og við mátti búast? Hvað finnst þér? Erum við á réttri leið? Mér hefur fundist liðið byrja tímabili bara nokkuð vel og að einhverju leyti eða mörgu leyti betur heldur en við höfum gert undanfarin ár. Fyrsti leikur þó hann hafi verið jafntefli á móti Fram, þá var þetta ekki slæmur leikur og Skagalið svona pínu klaufar að missa það niður í jafntefli. Breiðabliksleikurinn var jafn og ef eitthvað fannst mér Skaginn eiga meira skilið úr þeim leik og jafnvel vinna þann leik, þannig að síðan er leikur á móti Víkingum þar sem að Víkingar eru með öflugt lið en það var alveg ágætisleikur af hálfu Skagamanna. Vinna
Stjörnuna í Mjög góðan leik. góðum leik. Ég sá reyndar ekki þann leik en menn vilja meina að þeir hafi staðið sig mjög vel þar. Þannig að, og svo sá ég KR-leikinn hérna í höllinni þar sem að ég held að við getum verið sammála að Skaginn svona með öllu réttu hefðu átt að klára þann leik með færin sem þeir fengu. En víst, svona er þetta bara. Ef þú tekur ekki færin og þá er þetta erfitt og þó byrjunin hafa mörguleiti verið góð, þá veist ég sem ekki endilega fyllt með. En það líka kannski sko eins og liðin sem hún nefnir, þetta náttúrulega prógramið var ekki sérstaklega svona erfitt prógram. Já, í rauninni, og við sitjum í 10. sæti eftir 6 leiki með 5 stig, en Grindavík sem við ætlum að skoða núna, liðið hjá Grindavík, þeir eru í 9. sæti Lengjudeildinni með 3 jafntefli í 3 leikjum og Hjörvar Daði Arnarsson í markinu nummer 31, nummer 4 Damir Múvinovic fyrir liði, nummer 5 Arnór Gauti Úlfarsson, nummer 8 Stefán Jón Friðriksson, nummer 9 Rúnar Ingi Eysteinsson, nummer 10 Skagamaðurinn Ingi Þór Sigursson, gaman að sjá hann hér í dag. Nummer 11 Valur Þór Hákonarsson, nummer 14 Haraldur Björgvin Eysteinsson, nummer 18 Kristján Bjarmi Alexandersson, nummer 19 Rafael Alexandre Romao Viktor og nummer 20 Mikael Máni Þorfinnsson. Eitthvað sem að þú getur varpað ljósi á í þessu liði? Við þekkjum Inga Þór. Já, ég þekki nú ansi marga leikmenn sem eru þarna. Þeir hafa Damir, auðvitað, Já, en það eru margir hérna sem hafa tekið þátt í landsliðsúrtökum hjá okkur í yngri landsliðum Íslands og margir sprækir leikmenn og svona það sem nærtækast mér kannski akkurat í augnablikinu í yngsta liðinu sem ég er með er Mikael Máni Þorfinnsson sem hefur verið staðið sig virkilega vel og svo erum við nokkra gauðra þarna sem maður klukkaði í 19 ára liðinu líka, þannig að það er fullt af flottum drengjum hana. Ég held að fyrir þá snúst þetta snýst á það það að reyna að fá þetta til þess að tikka og það verður gaman að sjá hvernig það gengur í dag en ég miðað við hópin sem ég sé þarna á blaði að þá er þetta bara hinn fínasti hópur og á alveg að geta gert góða hluti. Akkurat, og bikarinn er bikarinn og varamennir hérna Róbert Blagala, varamarkmaður Viktor Guðberg Hauksson, Gunnleifur Orri Gunnleifsson, Andri Karl Július Hammer, Lárus Orri Ólafsson, Friðrik Frans Guðmundsson, Heiðar Snær Ragnarsson og Rey Antoni Jónsson þjálfari. Við förum aðeins bara í þessi lið unnu bæði augljóslega sína leiki í fyrstu umferðinni og svona ólíkir leikir í að sigraði hérna Hauka í Akraneshöll nokkuð þægilega 4-0 á þessum meðal hans Viktor Jónsson skoraði 2 mörk en Grindavík sigraði Keflavík í vítaspyrnukeppni, hádramatískun leik. 0-0 eftir venjulegan leiktíma, Keflavík kemst yfir á 119. mínútu, Grindavík jafnar á 120 og vinnur síðan í vítakeppni. Já, það var aldrei dramatík í þeim leik. Ég sá með loka mínúturnar í þessu leik og þegar Keflavík skorar þá svona hugsaði maður, helvíti, maður hefði kannski vilja sjá þetta fara í vító, af því að maður er alltaf smá sökkar fyrir spennu. Já. En Grindvíkingar gerðu heldur vel og náðu að jafna þannig bara mínútu síðar og tryggja sér vítaspyrnukeppni þar sem þeir svo kláruðu Keflvíkingana. Þannig að þú veist, og það segir mann alveg að það er eitthvað í þetta liði spunnið. Þannig að já, þetta eru ólíka leiðir. En hérna og þetta er bara mjög fróðlegt og hérna eins og segir, Grindvíkingar komu örugglega inn í þennan leik auðvitað engu að tapa. Já. Á meðan að Skagamenn hafa kannski svolítið miklu, það núna reynir á, hvað maður segja, andlegan styrk Skagaliðsins, myndi ég segja. Já, þetta er að menn séu rétt stiltir, að menn séu svona enda á herðu, við eigum að vera betra lið og við eigum að spila eins og betra lið. En það er eitt að hugsa og annað að gera það. Já, hérna, kollegi minn, Ólafur Kristjánsson, hann myndi kalla þetta bananahýði fyrir Skagaliðið af því að þetta er svona kannski leikur sem að þú myndir telja að þú ættir að vinna, þú ert deild ofar og búið styrkja liðið mikið og þekktari nöfn í Skagaliðinu en þessi leikir geta einmitt verið hættulegir, sannkallað bananahýða, þar sem menn rennur raskatið í óvænt og lendi í brasi en ég held að sé mikilvægt að fyrir Skagaliðið átt að sjá því að þetta er bara leikur eins og hvernig hann leikur og menn verða að nálgast hann bara eins og hvernig hann leik, þú getur ekkert valið hvenær þú ætlar að mæta leiks og hvenær ekki, þú verður bara að vera klár frá fyrstu mínútu í þessu leik eins og öllum öðrum. Já, það er verið að spila, það er einn leikur hafinn í annari umferðinni í 16. úrslitunum, Breiðablik er að sækja Þróttara heim og þar eru Blikar 2-0 yfir þráttir að vera manni færri. Þórður Þorsteinn Þórðarsson gaf maður að dæma þann leik en einnig mætast í dag klukkan 19:15 Afturelding og Njarðvík og HK og Víkingur og síðan klukkan 20 í kvöld Stjarnan KR.
Það verður áhugavert. Já, og síðan á morgun afgangurinn af umferðinni Káa og Ægir og Vestri og Grótta mætast klukkan 2 og síðan tekur Fylkir á móti FH og síðan 8 úrslitin ef við komumst áfram og þá eru þau spiluð í 7. til 12. júní. En hvernig fer þessi leikur á stað, Lúli? Nú erum við að sjá Grindvíkinga koma grimma inn í leikinn, eru þeir að fara að koma og vera passífir? Hvað heldur að gerist? Ég myndi halda að þeir kannski byrja þeir á að hápressa eins og liðið gera oft þess að koma smá takti í liðið, en mér finnst svona líklegra að leik myndi verða þannig að þeir liggi tilbaka og að Skagamenn stýri leiknum. Þannig að en svo það er ómögulegt að segja, þetta er einn leikur og fer algjörlega til þjálfarann. Ég þekkir ekki mikið sem þjálfara, þannig að erfitt kannski að segja, en mér finnst líklegt að þessi leikmynd verði á borðinu hérna í kvöld. Já. Rey Anthony náttúrulega var stórkostlegur leikmaður á sínum tíma, spilaði hann ekki allan sem feril hreinlega með Grindavík? Ég man ekki eftir honum annars staðar. Fór hann ekki eitthvað út? Jú, reyndar. Spilaði þessu úti. En Grindvíkinga, hann er hátt flug á Grindvíkingum almennt. Náttúrulega körfuboltaliðið er að skemmta mönnum núna. Já, fótboltaliðið vill kannski taka þátt í því að lyfta. Vonum að það aðstæður hérna góðar, en þú nefndi Bananahýðið áðan og kannski tímasetningin á þessum leik. Þetta er hættulegur leikur fyrir Skagan og kannski það sem að gera hann ennþá meira hættulegan að við erum að fara að spila hann hérna á grasi sem er ekki alveg 100% tilbúið. Já, maður hefur orðið pínu ágjur af þessu að völlurinn sé farin að vinna gegn okkur. Hann lítur vel út, hann er fjarskafallegur, en við vitum báðir að þegar út á völlin komið þá er raunin ekki eins. Þannig að ég er farin að hafa pínu ágjur af því að þetta sé farið að vinna gegn okkur. Það er að segja að þetta er ekki þetta vígi, hér horfa lið á möguleika að ná sér í eitthvað, því að þetta verður barningsleikur og svo framvegis, og eins og bara síðasti leikur í á Keflavíkur var, það var ekki þetta bjóð upp á mikinn góðan fótbolta eins og hægt er á Gerðugrasi. Nei, akkurat. Og það kannski eins og Skagaliðið er samsett núna einmitt, þar sem að þetta er ekki eitthvað svona kannski baráttu hópurinn sem að maður þekkti hérna í gamla daga, þegar eins og Gulladaliðið var náttúrulega bæði baráttu og gott fótboltalið. en þetta er kannski meira svona strákar sem að njóta sín meira á sléttum og góðum velli. Þetta er ekki svona verjast og tækla og þetta er allt gæða leikmenn, en við megum samt aldrei gleyma hvaðan við komum. Fyrir hvað við stöndum. Já, þú veist, það er að vera leikmaður í að þú ert að representa ákveðna hluti. Og menn megi ekki gleyma því, þannig að alveg saman hversu góð þú ert, ef það er ekki til staðar þá getur þú alltaf lent í brasi. Já, sjáum liðin er að heilsast dómaratríóið, stendur þar fyrir miðri mynd, kannski sjáum það er Vilhjálmur Alvar Þórarinsson sem er dómar í dag, Gylfi Már Sigurðsson og Jóhann Súpits er aðstoðardómar og fjórði dómar er Gunnar Oddur Hafleðarsson. Já, þetta eru toppmenn. Þetta er alvöru kanónur þarna. Og hér heilsast, hér sjáum við fyrirliðana, Böðvar Böðvarsson og Dami Múminovic sem að þetta er þrautreyndur leikmaður, sem þekktari sem leikmaður Breiðabliks í langan tíma. Báðir í 9 liðum frá síðast tímabili. Akkurat. Og verður forvitinlegt að sjá hvort að það er minnst líklegt að þarna Böðvar verður væntanlega vinstri bakvörður í dag. Hefur verið að spila í hafsendastöðinni núna í síðustu leikjum og Jóhannes verið úti vinstri megin, en núna eru þeir væntanlega saman Erik og Baldvin í miðri vörninni. Já, minnst það líklegt. Erik náttúrulega búinn að vera lengi frá, sjáum hérna Grindvíkingana gera sig klára. Þetta er dagur til að njóta fyrir þá. Allt að vinna, engu að tapa. Þeir verða auðvitað að mæta til leiks, það er bara svoleiðis.
það er ekki nóg að vera stóra liðið, þú verður líka að mæta. Það er bara þannig. Ef þú ætlar að fá okkur út úr, þá verður menn að stimpla sig inn. Sko nú má ekki gleyma því að bikarmeistaratitill gefur Evrópusæti. Er það ekki rétt? Jú. Þannig að þetta í rauninni, ef þú hugsar út í að stysta leiðin í Evrópu og með hvernig Skagaliðið hefur farið af stað í stigasöfnun í deildinni, að þá þetta kannski að verða, hvað maður segja, eini möguleikinn fyrir Skagaliðið að ná sér í Evrópusæti á þessu tímabili, eða hvað? Já, ég er nú kannski ekki alveg Er ég of bráður af þér? Já, mér finnst þú full dramatískur að öllu. En ég, sko, miðað við eins og segir, miðað við hversu stutt leiðin að Evrópusæti í gegnum bikarinn, þá finnst mér skrítið ef að leiðin myndi ekki að mikla áherslu á að koma sér þangað. Klárlega, gleymið því ekki að vestri liði í lengjudeildinni að fara að spila í Evrópuleiki núna í sumar, en sem náttúrulega alveg magnað. Það það. En Grindvíkingar byrja hérna að sækja Baldvin, setur þetta út af. Sýnist þetta að fara svona af stað svipað og þú sagðir, Grindvíkingar pressa hátt. Baldvin. Langur bolti, nú engin Viktor Jóns til að taka við þessu núna. Gísli Eyjálsson, sendingin upp í vinstra hornið og núna föst fyrir Ómar. Var nú mikið talað með þessa miðju Skagans fyrir tímabil. Hún ekki árennilega. Nei, þetta allt góða leikmenn. Það gæði og reynslu og svona sameinast í Gísla og Guðmundi til dæmis og svo vinnusemmin í Hauki andra. Já, algjörlega. Og það mikil gæði í þessari miðju en það sem hefur kannski vantað að fá hana til þess að tekka eins og menn vilja að hún teki. Þannig að en það tekur tíma, þetta nýju leikmenn og það tekur oft tíma. Svo lengi sem menn eru réttir í leið. Akkurat. Jón Gísli vinnur boltan fyrir Ía. Inn á miðjuna á Hauk. Haukur með háan bolta upp í hornið. Þetta fín sending á Ómar. Ómar fer í árásina, 1-1, engin hjálpavörð handa fer á hægri fótinn og fer í skotið en það í varnarmann. Og Skagamenn vinna boltan aftur hátt á vellinum. Guðmundur. Jón Gísli. Reynir sendinguna. Gísla gengur ekki. Sjálfa Grindvíkingar, þeir horfa fram þegar þeir vinna boltan hérna. Já, við sáum líka bara leikmyndin í síðasta leik gegn Keflvíkingum þar sem að Keflvíkingarnir byrjuðu bara frekar neðarlega vellinum og beittu svona skyndisóknum þannig að þeir sjá það kannski virka þannig að það er ekkert óeðlilegt við farið þangað séu beittir upp. Rúnar með sendingur inn fyrir og var þetta ekki Stefán Jón sem að náðu nú ekki að stýra þessu á rammann. Átni með fínan bolta fram hérna, Markus missir hann frá sér. Sending hérna svona inn í svæði, Baldvin undir pressu. Þetta á Rúnar Inga, Rúnar nálgast vítateginn, kemur með hann fastan inn á teginn og þetta af Erik. Og aftur fyrir, fyrsta hotspinnan og það eru gestirnir sem að vinna hana. Þeir byrja vel. Rúnar Ingi Eysteinsson uppalinn í Breiðabliki. Áttu viðkomu í afturheldingu og Keflavík áður en hann gekk til þessu Grindavíkur. Þeir eru með fleiri blika. Þeir eru með Gunnleif Orra. Gunnleifsson sem þeir keyptu núna fyrir tímabilið eða glugganum. Og Arnór Gauti held ég að sé alveg örugglega
Já. Uppalinn Bliki. Þannig að Nei, Arnór Gauti er uppalinn F-fáingur. hann er uppalinn F-fáingur, það er rétt hjá þér. Það er rétt. Það er alltaf gaman að spá í þessu en Gunnleifur, já, ég held að það sé árið þegar að hann er Bliki. Þá koma Skagamenn, spila út úr pressunni, Haukur á Böðvar, Ómar, Hauk. Ég vil samt að segja að maður sér aðeins mun á vellinum strax frá Keflavíkurleiknum. Hann er svona, hann er að koma til og hann er öllu skárri núna heldur en hann var þá. Já, það mun alveg að þeir verða aðeins að hlýna og þetta næturfrost hættir að þá kemst aðeins meiri balans í hann. Já, Gísli inn á tegin, Gísli Eyjólfs frábær vörn þarna hjá Grindvíkingum og Rúnar skiptir út til vinstri á Inga. Ingi á móti Erik og hann snýr við. Já, fín pressa hjá Skagamönnum. Þetta finnur rólega stað. Sjá hvað þeir gera hérna í upphafsbyrnu. Já, nú reynir á. Sjáum að koma með langan bolta hérna strax í annari snertingu. Ápressan hjá Skagaliðinu hefur nú litið vel út hingað til á tímabilinu nefnilega og einmitt í vetur líka. Já. Þannig að það er ekki árennilegt að ætla sér að spila í gegnum hana. Gísli reynir að finna nafna sinn en geirir ekki. Erik með fína tæklingu hérna að vinna boltan. Guðmundur Þórarinsson með skemmtilegan snúning en missir hann. Ingi og Erik tekur hann niður en þeir halda boltanum hérna komnir með hann inn á tegin. Baldvin nær að reka tána í þetta og hvort að Erik sleppur við tiltal hér líklega. Sleppur með það skulum við segja. Já, ég segja. Sjáum þetta aftur hérna. Ingi vinnur hér boltan og leggur af stað. Já. En hættan var ekki liðin hjá. Baldvin gerir þetta vel. En þarf að gefa horn. Hornspyrnan inn á marktegin. Árni Marino grípur þetta. Gerir þetta vel. Já. Sækir boltan bara og grípur hann. Þannig að sjáum við Mikael, þetta er 15 ára drengur sem að Grindvíkingar eiga og hefur verið að gera góða hluti fyrir þá. Virkilega spennandi leikmaður. Mikael Máni Þorfinnsson. Ómar, hann nálgast tegin gegn Rúnari. Það var vist Stefán Já, þetta var Stefán. Gísli, tilbaka á Haug. Aftur á Gísla. Ómar fer á hægri fótinn, setur þetta inn á tegin. Damir síðan, setur hann aftur fyrir og fáir að fyrsta hornspyrna ÍA í leiknum. Það eru tveir leikmenn í Grindavíkurliðinu sem koma líka Keflavík, við Valur Þór og Stefán. Þannig að það eru strákar sem maður hefur mitt fylgst með í gegnum yngri landsliðin. Já. Kemur Jón Gísli með spyrnuninn á fjær. Þetta er Hjörvar kýlir þetta frá. Boltinn aftur inn á tegin en aftur fyrir markið. Ekki nógu gott þarna vel unnið úr þessu hjá Gísla Laxdal. Nei, það er kannski spurning. Hann setur hann aftur fyrir markið að reyna kannski að halda hans í hann en vantaði að vísu stuðninginn. Þannig að
Hann reyndi sem að gata að koma sér fyrir marki sem bara fínt, koma sér nú hættusvæði en því miður hann fór hann aftur fyrir. Spilning Hjörvar frá markinu og verður að fara bara löngu leiðina núna. Ómar vinnur fyrsta skallan. Mikael síðan setur hann inn í svæði, Jón Gísli skallar hann tilbaka á þarna. Þetta fyrir rólega stað. Já. Sammála það? Já, það er klárt mál. Og Damir gerir vel hérna á móti Markúsi, engin aukaspyrna dæmd. Nei, þetta gerir Damir vel og þetta kann hann. Þannig að þetta bara frábær varnarleikur á Damir. Ingi hefur misst boltann út af þarna, Jón Gísli og Gísla Lagsdal. Tilbaka á Jón, hann reynir að finna Markús, finnur hann ekki, Markús vinnur vel áfram og rétt missir á honum hana. Mikael á Arnór og Damir séðan með hann, háan upp í vinstra hornið. Jón Gísli skallar hann, já, aftur fyrir sig og þarf að gefa horn. Þetta var klaufalegt af Jóni Gísla, hann á að geta gert betur hana. Já. Og þarf að gefa hornspyrnu en hvað, þriðja hornspyrna að Grindvíkinga? Já. Fyrstu 10 mínútum. Stefán Jón sem að tekur spyrnuna. Kemur spyrnan inn á nærsvæði núna, Gísli Eyjóls er fyrstur á hann. Rafael Viktor síðan og þetta er hvað? Önnur hornspyrna. Skalla frá Mikael síðan í skotið og þetta er fast og af Gísla Eyjólfssoni sýndist mér og aftur fyrir. Já, fínasta tilraun hjá Mikael, hann ófeiminn, lætur bara vaða. Algjörlega einn Þegar það er svona margir menn í teiknum og þá getur allt gerst og boltinn fer af einum og hann fer hann af, hvað, var það Baldvin? Gísla Eyjólfs. Gísli, já. Og núna er það Kristján Bjarmi sem að tekur spyrnuna hérna frá hægri. Já, maður átökun og teig. Bakkinn byrja meira hérna fjær, Baldvin skalla frá. Aftur er það Mikael sem tekur frákastið, Stefán segir inn í skotið. Skagamenn komast fyrir. Mikael vinnur skallan. Rafael síðan hérna með sendingun einn fyrir á Inga. Jón Gísli í vandræðum, Ingi leggur hann út. Rúnar nær að snúa. Rekinn í burtu, Mikael síðan á Rafael. Rafael fer auðveldlega fram hjá Jóni Gísla. Já, aftur, þetta er ekki... Jón Gísla ekki að líta vel út þarna núna, tvö atvik í röð. Nei, hann þarf að gera betur þarna. Hann selur sig full auðveldlega í varnarleiknum. Þannig að... Og Baldvin svona, ekki ánægð með Baldvin þarna, hann full svona ákafur í varnarleiknum og missir hann á bakvið sig, þannig að þetta var bara vel gert hjá Grindvíkingum og þeir eru sannarlega að ógna núna fyrstu mínútur, 5., 7. hornspyrnan. Já, stutt núna. Valur þó leggur tilbaka út í hornið, Erik síðan frá, Ómar. Blikar komnir í áttalóðslitin, kláruðu þennan leik á móti Þrótti, einu færi vinna 2-1. Já, það er sterkt. Já, mjög sterkt. Þróttar eru með fínasta lið og líta bara vel út núna í fyrstöldinni og líklegi kandidatar að fara upp. Þróttarar eru á toppnum með fullt úr stiga. Já. Þar, það er bara svo því sé haldið til það. En Grindvíkingar eru nú bara með svolítið svona taka á þessu leik akkurat eins og er. Já. Skagaliðið nær ekki að komast neitt út úr þessu. Boltinn búinn að vera á vallarhelmingi síðasta þriðjunum bara nánast í 4-5 mínútur. Já. Þeir hafa tekið það pólinn í hæðina að stíga á Skagaliðið til að byrja með og sjá hvernig þeir leysa það. Þeir eru bara að gera það ansi vel. Já.
Ómar heldur þessi inn á, dæmt núna, nei. Það held ég nú kannski að hann myndi flauta. Já, nei, hann gaf hagnaðinn og Ómar fær boltan en fyrsta touch Ómar bara ekki nógu gott og það ekki hægt að gefa hagnað á það. Nei. Þannig að hann var bara klaufi. Haraldur, langur bolti fram á Inga. Ingi í baráttu við Jón Gísla, nær að taka hann með sér Ingi Þór. En Jón Gísli nær á hann á boltan, þetta vel gert í Jóni. Ingi búinn að vera sprækur núna fyrstu mínúturnar. Ingi, já, þeir eru að leita mikið upp hans kant. Já, þeir eru, eins og þú sér, þeir eru bara frekar direkt. Þeir eru ekkert mikið að reyna að spila í gegnum miðjuna eða spila sig í gegnum skagaliðið. Þeir fara bara upp og klára að vinna, sækja á bolta 2 og svo ítaði liðun ofar og stíga upp í pressu. Þannig að þetta er bara, leikplánið er bara, og líka bara það er að ganga ágætlega. Þannig að það er ekki að gagnrýna það. Já, afturheldinga 1, Njarðvík 0. Aron Elís Sævarsson að skora þar á 11. mínútu. Þá koma skagamenn hér. Ómar reynir skot, það er í varnarmann. Ómar og hann lætur boltan fara og hornspyrna. Kemur Jón Gísli á vettvang eða hvað? Nei, Guðmundur Þórarinsson ætlar að taka núna, snúa þetta út í teginn þá. Já, þetta er nú líklegt. Við sjáum að stóru mennir, ja, stóri maðurinn, Baldvin, hann kemur sér hérna inn í markteginn og reynir að trufla Hjörvar. Og Erik Tobias Sandberg skorar, stangar hann hérna í netið. Ja, þetta var gott mark. Erik Sandberg, þetta mark upp úr horni, lítið búið að vera að gerast Skagamenn svona sóknarlega séð, en þetta er virkilega vel gert. Það nær miklum krafti í skallan, Hjörvar bara ræður ekki við þetta. Þarna náttúrulega færðu þegar þú snýrir þetta út og hlaupi kemur á móti, þá færðu krafti í skallan. Já, já, þú vinnur á móti boltanum og þá nærðu góðum krafti, eins og þú segir. En það er líka blokkinn inn á teig sem að hjálpar alveg til, hann Baldvin stendur hann og truflar markmanninn sem að gera verkum að hann kannski sér ekki boltan fyrir of seint. Já, markið á 17. mínútu, þetta er svona, ég held að Skagamenn geti alveg andað pínu léttar, rétt í augnablikinu, svona, þetta er ákveðin hlýtur að vera svona léttir aðeins spennu úr stúkunni allavega, ef einhverjir voru smekir. Já, þetta hjálpar auðvitað til, en hérna, þú sér það núna, þetta er svolítið áhugavert að Grindvíkingarnir eru búin að fá 5 eða 6 hornspyrnur og ekki náðu að gera sem mat úr því og ég held að þetta sé hornspyrna nr. 2 hjá Skaganum sem er executed bara vel og föstu leikadreið þau telja oft ansi mikið, liðin geta látið þau telja. Nú er ég svolítið tölfræðinörd, ég veit ekki hvort þú veist það, en síðustu 5 leiki þessara liða, að liðið sem skorar á undan hefur unnið síðustu 5 leiki og unnið sem sagt á móti markalausu liði, þannig að það eru 2-0, 2-0, 3-0, þá skorar bara annað liði, þannig að ef það hefur eitthvað að segja þá er Við skulum vona að verða aðeins meira fútt í þessi dag heldur en það að þetta sé bara ráðið. Klárlega. Ég allavega vona það. Ómar á Gísla, Gísli sér með Guðmund hérna úti vinstra megin, aftur á Gísla, Gísli á Guðmund. Og það er Skagamenn sem halda Grindvíkingum hérna aftarlega á vellinum. Guðmundur á Gísla. Fín færsla á boltanum hjá Skaganum. Markus vinnur hérna tilbaka. Baldvin upp í hornið á Böðvar finnur Ómar, þetta er vel spilað hjá Ía og boltinn inn á teiginn aðeins fyrir aftan Gísla þarna. Já, við erum haldið þeim svolítið niðri núna, við erum aðeins að þrýsta þeim niður. Ómar og brotið á hann hérna. Haraldur Björgvin steig inn í hann hérna, hann er ekki sáttur en þarna var boltinn búinn að ganga vel hjá Skaganum.
Já, persónulega fannst mér þetta kannski svolítið soft en hérna Ég ætla að leiða mér að vera samanlega. ég skil pirringinn Já. en hérna svona er þetta bara. Nú er spurning hvort að Skaginn sé með eitthvað annað fastleikadri í pókahotinu sem þeir ætla sér að nýta núna. Já, allavega það Gummi Tóta sem ætlar að taka spyrnuna aftur. Og hvar Erik? Hann þarna. Sjáum að það verða blokkar ykkar hana. Út á Jón með gappar hér, út á Guðmund aftur. Hann næri þessu, setur hann niður á fjær, skalla frá. Jón Gísli tekur hann niður. Út á Markus síðan með hann inn á nærsvæðið og þeir skalla þetta frá. Og sjáum að Grindvíkingar bara komast ekki út akkurat núna. Líkin upp í hornið á Böðvar en Stefán setur hann bara út af þarna. Þetta búið að snúast algjörlega við með þessu marki. Já, mörg breyta leikjum, það er ekki alltaf satt. Já. Þannig að Klísjurnar eru klísjur af því þær eru yfirleitt sannar sko. já, Það er að Baldvin. Haukur og Erik. Hún er að finna Ómar, gengur ekki og boltinn berst tilbaka á Hjörvar í markinu. þetta er svolítið svona, liðin er að þrefa hvort öðru og svo kemur mark og þá fær liðið sem skorar að sjálfsögðu bara smá vind í seglinn og menn peppast upp á meðan að hinn er kannski verða, ég ætla ekki að segja litlir en kannski aðeins minni í augnablik. Þessi bolti alla leið í gegn hérna, örlítill vindur með Grindvíkingum hérna í fyrri hálfleik. Þessi litla góla sem er. Vilja nú margir utanbæjarmenn tala að sé alltaf rok á Skaganum. Þetta myndum við nú bara telja svona mikinn vind. Já, á Akurnesinska mælikvarða, þessi góla sem er. Ég get alveg sagt þér það að maður fær að heyra þetta í vinnunni á nánast hverjum einasta degi. Já, þú vinnur líka á þannig stað. Sumir eru græfar en aðrir en maður er með breitt bak og höndlar það, tekur það bara á kassan og fer brosandi út í daginn. Já. Við sjáum að, er þetta taktísk breyting hjá Grindavík að leggjast tilbaka til þess að freista þess að geta sótt hratt ef þeir vinna boltan? Já, mér finnst alveg líklegt og þú veist það er bara eðlilegt að ef að hápressin er eitthvað að klikka að liðið dropp og þétti. Þannig að mér finnst eðlilegt að það sé bara hluti á uppleikinu hjá Grindvíkingum. Og þá opnast möguleikar fyrir aftan eins og segir, þannig að þetta er ekkert óverlegt. Nei, það veldi fyrir þessu, bara hvort þetta hafi verið bara partur af gameplaninu, skiluru, plan B eða eitthvað, fattarðu, þegar ef að fyrsta marki kæmi. En það er hornspyrna aftur núna frá hægri. Það er Guðmundur sem að tekur hana. Þetta inn að markinu, Baldvin í baráttunni, ná að skalla þetta frá og Haukur tekur frákastið, lyftur þessu aftur inn á teginin. Hérna sjáum við hættulega stöðu. Þarna er Árni Marino búinn að lesa þetta vel staðsettur hana. Hann gerir það. Þegar að boltinn kemur aftur inn á teig þá er Haukur eitt tilbaka og Grindvíkingar geta nýtt sér þetta ef menn gleyma sér. Þannig að það er mikilvægt að vera vel skipulega tilbaka þegar liðið er komið hátt. Boltan hátt á vellinum hérna, hann er einn á móti, Damir, fyrirhundi félagar úr Breiðabliki auðvitað. Já, Damir gerir þetta aftur vel. Markus með sér frá sér og Mikael langur boltinn fram, við sjáum að Árni Marino er bara mjög vel viðbúinn þessum löngu boltum eins og segir. Hann gerir þetta vel, virkilega vel. Já. Svípar þarna vel upp. Og það er bara ótrúlega mikilvægt þegar þú ert með liðið hátt að þú sért með markmann sem er tilbúinn að stíga og hreinsa upp þessa löngu bolta sem að kunna koma á bakvið. Já. Ef hann stendur flatur á línunni þá er náttúrulega allt galopið ef að anstæðingurinn nær að hlaupa varnarmennina. Akkurat Baldvin, Ómar. Sjáum að bara Grindvíkingar þeir í rauninni bara bakka undan og mynda þennan pakka fyrir framan Skagaliðið. Allir komnir inn á síðasta fjórðung. Kemur boltinn inn á teiginn.
Ná að skalla þetta frá, Stefán gerir það, sendingur inn á Ómar, nær að setja þetta út í teginn en Grindvíkingar ná ekki að verjast þessu, Jón Gísli í skoti síðan. Það er heiminn átt yfir en að skapast hætta. Skalið er að ná að skapa sér út í gegnum. Já, þeir koma hann að krossi fyrir sem að skapar auðvitað smá usla. Það er líkill þegar að lið liggur svona neðarlega, það var líkill að færa boltan hratt og reyna að búa til einhverjar opnanir og reyna að búa til eitthvað á því. Rafael tógar hérna í Guðmund Þórarinsson og þetta er erfiðara hjá Grindavík núna, það er nokkuð ljóst. En staðan ennþá 1-0 og oft séð það því miður að það er engin munur. Nei, getur verið fljótur að fara. Það er ekki neitt. Ómar kominn inn á teiginn og skotið á nær stöngina. Já, þarna var eitthvað miskilningur í vörninni á Grindavík og Ómar kemst bara á auðan sjó og þú sér það að þeir skipta einhvern veginn ekki og Ómar er allt í einu komin bara í dauða færi. Hann þarf að gera betur hann Ómar. Þetta er fínasta færi. Klárt mál. Hvernig finnst þér á þessum fyrstu 25 mínútum liðið í dag versus á móti Keflavík daginn? Sérðu einhvern mun, hver er munurinn á liðinu í rauninni í þessum tveimur leikjum? Geturðu bent á eitthvað? Mér finnst þið bara aðeins beittari. Fyrstu 15-20 mínútur í síðasta leik voru ágætar. Bara svo það sé sagt. En það er ekki fyrir markið kemur sem við einhvern veginn sjáum Skagalið bara kóðna. Eins skrítið og það var. En núna er Skaginn fyrsta markinu og eins og tölum við á það, þá gefur það liðin alltaf sjálfstraust og þá svona, mér finnst menn meira á tánum og meira sjarp og nú er bara spurning hversu lengi þeir ná að halda því. Af því að eins og þú sagðir eftir lágan líka þá breyta mörk leikjum og ef Grindavík nær markið maður býður þá frekar spenntur til að sjá hvað gerist þá. Já, akkurat. Markus baráttu við Damir hann. Það er gaman að fylgjast með þessu. Damir er náttúrulega hörkuvarnarmaður, við vitum það. Það er gaman að sjá að Markus og Damir er að kljást þarna og hann er alveg handfull fyrir Damir og mér finnst gaman að fylgjast með þessu. Gaman þegar það er ekki verið að dæma á þetta endalaust og sóknarmaður þarf virkilega að hafa fyrir því að gera eitthvað úr sinni stöðu. Það er bolti sem að hugnast mér. Já, og ég meina, gaman líka þarna eru menn algjörlega á sikkorum vængnum, annar er ungur og upprennandi og hinn er gjörsamlega sligaðara reynslu. Já. Búinn að spila, á 400 leikja í meistaraflokki, Damir Múminović. Já, hefur einhvern veginn áhugaverður karakter, áhugaverður gæjan Damir af því að hann hefur einhvern veginn bara alltaf spilað. Það hefur ekki verið mikið meiddur eða eitthvað þess áttar, hann hefur bara gert útrúlega vel. Þetta geta allir verið sammála það. Tók þátt í síðasta landsliðsverkefni hann daginn og var ekki í Mexíkó í janúar. Hann er á þessum aldri, það er bara, hann er búinn að gera helvíti vel. Það er ekki sjálfgefið að menn haldi sér einmitt heilum. Þá eru menn að gera eitthvað vel. Menn er að passa upp á sér. Ómar í skotið og þarna er það Arnór Gauti sem er fyrir skotinu. Já, við erum að sjá Skagalið er að ógna í föstu leikjadröfunum. Vissulega tilviljun hann hvert bolti fer að skallanum frá Rafael. En Ómar skoti var nú svo sem hefði verið beint á Hjörvar í markinu. Damir skallar frá, Jón Gísli tekur hann niður. Jón og missir boltan út af eða hvað? Nei. Þetta fannst mér skemmtilega orðaskipti. Ég er með línuna skemmtur bara að horfa á fótbolta. Það er ágætt að menn finni jákvæða punktana í þessu. Ómar inn á völlinn, fer í skotið. Ómar ætlar sér að skora í þessum leik. Þetta var þriðja marktilraunir hans.
Hann er búinn að koma sér í nokkra góða stöður og tvisvar er hann búinn að skjóta bara beint í varnarmann og framhjá þarna áðan í besta færinu en hann er að ógna og á meðan hann er að koma sér í þessa stöðu þá á hann bara að halda áfram. Gleymið því ekki að Ómar átti náttúrulega mjög stóran þátt af velgengni í að undir lokin á síðasta tímabili var sjóðandi heitur, skoraði mikilvæga mörkum þar. Já, það tók hann smá tíma að komast í gang á síðasta tímabili og var svona smá brasa á honum en þegar hann komst í gang þá sýndi hann í rauninni hvað í honum býr og maður er svolítið, ég segi fyrir mitt liti, þá er maður kannski svolítið spenntur fyrir þessi tímabili. Hann hefur verið hluti á 21 árs æfingahópum og landslýshópum og mikill hraði, getur farið bæði inn og út, þannig að þetta er leikmaður sem maður hlakkar allavega til að fylgjast með í sumar. Baldvin og Rafael hérna í baráttu, sendingin tilbaka. Já, við getum kallað hana hár nákvæma, það sem að þetta slapp nú til. Gísli út á Ómar. Ómar fyrir í árásina á móti Stefáni. Stefán er búinn að þurfa að hafa fyrir Ómari tilbaka á Guðmund Þórarinsson sem fekk hann á hægri sem er nú örugglega ekki alveg óska staðan. Nei, ég held að kjósi nú frekar að fá hann á vinstri ef hann má velja. Þetta var allavega ekki gott skot. Nei. Við erum sammála það. Já, það er innkast sem að Grindvíkingar eiga, hálftími liðin, staðan 1-0 en þá Erik Tobias Sandberg sem skoraði markið. Nú er leikmyndin kannski svolítið að snúast í það sem að við töluðum hérna fyrir leik að Skaginn er með boltann og Grindavík liggur niðri og mun svo alveg pottþétt nýta mómentinn þegar þeir vinna bolta eins og við gera hér. Þar finnur Rafael og Baldur gerir á endanum vel hérna. Ég velti samt fyrir mér sko af því að Skagaliðið var ekki búið að vera að ógna, skorar upp úr horni, Grindavík hins vegar. Mér fannst hápressan vera að virka hjá þeim. Mér fannst leikplanin vera að virka, þeir voru að skapa meiri hættu fram að markinu heldur en Skagaliðið nokkuð tíðan. Þannig að ég er pínu hissa á þessu breyttu áherslu hjá þeim miðað við hvernig leikurinn var fyrir mark. Já, ég held að bara þegar Skaginn hefur náð að koma sér ofar á völlinn þá hafa þeir kannski strögglað svolítið með það að komast út úr því en eins og núna er Skaginn neðarlega og þú sér að þeir stíga alveg leið þannig að þeir eru ekki í skotgröfunum og hleypa Skagamönnum óreitt upp að eigin vítateg eða vítateg Grindvíkinga þannig að en þeir eru aðeins passífari samt sem áður, þú sér það, þetta er svona núna droppa þeir í miðblokkina þannig að hafsendarnir fá að vera með boltan eins og þeir vilja bara og í rauninni óáreittir eins og vill oft verða sko að Jón Gísli Guðmund Baldvin og Böðvar. Þetta þarf að ganga hraðar hjá Skagaliðinu að þeir ætla að ná að búa til einhverjar opnanir. Þetta gengur frá miðjum Gumma í Baldvin og í Baldvin í Bödda og frá Böðvar í Ómar. Þetta er frekar hægt. Já. Og þetta treysta þeir á einmitt að Ómar sprengi upp sem hann er búinn að vera að gera ágætlega á móti Stefáni en Ómar fær meira pláss og meiri tíma ef að þetta gengur aðeins hraðar. Ef hann fær boltan fyrr, hvort sem það er í gegnum Gumma beint eða Gummi í Baldvin og þaðan þarf ekki að fara í gegnum alla. Þannig að því eins og segir, Ómar er að ógna gríðarlega með hraða og kraftið hann á kantinum og búinn að koma sér í góða stöðu. Tekur þetta stutt á Guðmund, fær hann aftur. Jón síðan á Hauk. Haukurinn á Ómar. Þetta er svona... Förum við í skotgrafirna bara aftur í rauninni. Upp úr þessu horni Jón Gísli á Guðmund. Guðmundur með góðan bolta fyrir markið og það er Rafael sýndist mér sem að hreinsar þetta út af.
spila tilbaka baldinn yfir á Jón. Einmitt án viðkomu hjá Erik. Þetta var svona meira í ættu þess sem þú varst að meina áðan. Við sjáum að Grindvíkingar eru aðeins búin að breyta, þeir eru búin að færa Stefán Inga yfir og Kristján Bjarmi komin hérna megin. Það er mikill hraði í Kristjáni Bjarma og hann á kannski að díla við Ómar hérna megin. Ég hef svolítið gaman að þessu, þannig er vinstri fótar bakur að koma yfir í hægri bakur. Þetta er svona hluti sem maður sá ítölsku liðin gera, þú veist, þeirra hérna í gamla daga. Þannig að gaman að þessu, gaman að sjá að fara þessa leið. Reynir að reynsa gengur ekki. Boltinn út á Markus, hann er inn á teignum. Út á Harald, það er pappans Haukur. Guðmundur. Það væri nú gott að hafa Harald hérna með okkur á vellinum þar að segja. Já, Ómar. Með boltan inn á teginn, inn á að reynsa frá. Valur nær ekki að taka með sér þarna. Já, þeir eru í brasi að komast út úr þessu, Grindvíkingar. Þeir ná einhvern veginn ekki að halda boltanum uppi þegar þeir koma nú fram. Já. Þannig að þeir eru svolítið treyst á það að Skaginn hreinlega tapa honum. Væri í rauninni mjög áhugavert að sjá hvernig prósentuskiptinguna á possessioni í þessum leik. Því ég held maður hefur svona tilfinningun að Skaginn sé með boltan 75%. Allavega síðustu 5 mínútur. Já. Það gerir Baldvin aftur vel, bara grimmur og dómarinn sömuleiðis gerir vel, er ekkert að dæma á þetta er bara kontakt og ekkert í þessu. Hér er bara hreinsað út. Gísli. Nálgast teginn, setur hann fyrir markið, beint á Ómar í skotið, en þarna þarf hann að gera betur. Þetta var dauðafæri. Algjör dauðafæri, setur hann yfir markið þarna. Gísli gerir vel. Og í rauninni er hann heppinn að fá boltan svona. Bara vantar að halla sér aðeins meira yfir hann. Það eru nú búin að skipta aftur, Kristján. En þarna sér maður kannski, leikmaður með fullt sjálfstraust klára svona færi. Já, það er oft þannig. Svona, já. Leikmaður sem er heitur. Já, þetta fyrsta mark er oft kannski svolítið erfitt að... En mikil barátta hérna. Já, þetta er skemmtilegt. Þetta er virkilega skemmtilegt. Ómar og Stefán. Setur hann á öxlina í bakið á honum aðeins. Það var dæmd aukaspyrna hér. Rafael var eitthvað pirraður. Hann var aðeins að tuða í Villa þegar eftir glímunum við Baldvin áðan. Brýtur svo núna á Erik, þannig að ég held að þetta sé alveg hárrétt hjá fyrsta á Vilhjálmi. Spjaldan hana, kæla hann aðeins. Þetta er hörku skrokkur, erfið við að eiga, þannig að fram með boltan, setur hann út til hægri. Þetta er erfið sending fyrir Gísla að eiga við. Já, við sjáum Sandursson núna, bolti fyrir út af. Við séum að Gummi bregst strax við, keyrir liðið upp í horn, reynir að læsa það þarna inni. Þetta er svona aðeins meiri andi í þessu, því við vorum að tala um munin á liðinu í dag og í síðasta leik. Og það er einhvern veginn, ég held að það sé svona það sem maður sér bara strax. Það er núna, það er meiri andi í mönnum. Já. Menn eru meira á tánum. Inn í baráttu Val hérna og endar á að brjóta á Vali hérna. Og já, Grindvíkingar fá núna fast leikadriði í fyrsta skipti bara í einhverja 20 mínútur hérna á sóknarhelmingi. Já, þetta er svona heldur klaufalegt hjá Balla hérna. Hann þarf ekki í honum. Það er Ingi Þór sem að tekur spyrnuna. Já, og í spyrnum hafa góður. Já. Systir hans, Sunna Rún, fyrrum auðvitað leikmaður í gerði nú vel í síðustu umferð hjá Blikunum, skoraði sigurmark, dramatískt sigurmark. Þetta er á móti Val. En Ingi hérna inn á teignum.
setur hann tilbaka. Baldvin séð með sendingun inn á tegin en Árni grípur inn í. Já, þetta skynsamlegt í Árna, það var ekkert á akkurat þarna. Pressa Grindvíkingar aðeins núna. Böðvar síðan með hann langan hérna fram í áttina Markúsi sem að færa hann bara í bakið. Pínu klaufið þarna, hann hefði alveg getað gert aðeins betur úr þessari stöðu því hann var búinn að gera þetta vel. Búinn að opna, Ómar er búinn að opna svæðið, Markús hleypur í það. En hann einhvern veginn snýr bakið svo í boltan þegar hann kemur, þannig að pínu klaufið. Þurfa með langan bolta yfir til vinstri, Jón Gísli tilbaka á Árna sem setur hann bara upp í loftið. Mikael tekur hann niður. Hann á Rafael að komast í skotfæri eða hvað? Já, hann nær að skota markið. En Árni Marino bara tekur þetta nokkuð þægilega. Þú sást þetta aftur núna fóru Grindvíkingar í langan bolta. Bolti skallaði frá, þeir hirðu upp seinni bolta og enda með hann á skot á markið. Þetta er svona, þetta var virkað ágætlega hjá þeim. Þannig að þeir verða bara að halda þessu áfram eða þeir ætla að halda áfram að ógna. Ómar ákveður að nota Böðvar ekki, kominn inn á teginn, setur hann út í teginn og Haraldur setur þetta aftur fyrir. Já, þetta var vel gert hjá Ómari. Ómar er búinn að vera sprækur, það hefur bara vantað svona að reka enda svona sviðshöggið eins og mann. Ég væri svolítið til í að sjá hann með kannski aðeins meira svæði til þess að vinna með, sjá hvernig hann kæmi út í þeirri stöðu. Því að þetta er oft þröngt, þeir gera vel í að vísa honum niðurlínu og allt það, en ég væri til að sjá hitt. Boltinn út í teginn, boltinn út úr tegnum, Gísli í skotið, þeir ná komast fyrir það. Og Haukur Andri skiptir yfir á Jón Gísla. Jón Gísli séðan með hann langan yfir til hægri, Damir skalla frá. Og Ingi Þór gerir þetta vel hérna. Skemmtilega gert hjá Inga. Valur. Já, Mikael, en sendingin ekki nógu góð, Baldvin. Þannig að vissi Baldvin ekki almennilega hvað hann ætlaði að gera. Nei, komið skilningur þannig. Ingi klaufi síðan. Styttist í hálfleik hvor. Ég meina, myndur þú segja að báðir þjálfarar geti verið sáttir þegar menn ganga til búningsklefa ef að þetta verður staðan? Er Lárus ánægðari? Getur Rey verið sáttur með sitt lið? Já, þú veist, Rey er kannski ekki sáttur að vera undir en ég held að hann geti alveg verið sáttur með spilamennsku liðsins. Þeir hafa gert ágætlega. Þeir hafa kannski ekki náð að skapa sér mikið af opnum færum en þeir hafa fengið fullt af hóspindum og þeir hafa verið góðir í því að gera svo við talaðum á hann að fara langt og hirða bolta 2 og reyna að búa til eitthvað á því. Þannig að fyrir mér, svo á endanum þá verða þeir að taka ykkur að sénsa. Já, hér er færi, Gísli með skoti í varnarmann. Já, það er hárrétt og það er náttúrulega það sem að sérstaklega ef staðan er svona, þá mun seinni hálfleikurinn eftir þess að líður á síðara hálfleikurinn mun leikurinn opnast. Já, mér finnst það mjög líklegt að leikurinn breytist þegar að líða tekur á seinni hálfleikinn sérstaklega því að það er nú ekki nema 2 mínútur í hálfleik. Þá er örugglega ekki mikið eftir að gerast hér. En ef að staðan helst, sérstaklega ef staðan helst svona, ef að Skaginn nær ekki að bæta við öðru eða 3. markinu, eins og talaður um áðan, að væri venjan. Haukur Andri að nálga skotfæri sennilega hérna, nær því, fer í varnarmann og Gísli Laxdal reynir, já, fyrirgefðu. Nei, bara, þú veist, ef að staðan helst svona, þá er líklegt að Grindvíkingarnir íti fleiri mönnum herra og taki sénsa, þannig að hérna, þá getur, eins og þú sagðir á hann, þá fer leikurinn að opnast. Klálega, og þá kannski myndast einmitt þetta svæði sem þú varst að óska eftir fyrir Ómar til dæmis eða einmitt Gabriel Snæ sem að mun væntanlega koma inn á síðar leiknum. Finnst það mjög líklegt. Guðmundur tekur boltann niður. Ég held að þegar þú spurðir með þjálfarna, ég held að Orri sé alveg sáttur með sína menn núna. Það er allavega betri ára við liðin í dag heldur en var hérna síðasta föstudag. Haukus, það á Erik. Gísli kemur á mótorna hérna, fær hann aftur tilbaka.
Erik fína skiptingu á Böðvar. Böðvar finnur Ómar. Ómar nær að snúa. Stefán til varnar enn og aftur. Ómar kemst fram hjá honum. Nær ekki. Jú, hann finnur Markús. Boltinn sé hann fastur fyrir markið. Og Böðvari sýndist mér. En þá vantaði samherja. Sjáum þetta aftur hérna. Hann er ótrúlega segur í þessu. Koma sér upp að endalínunni. Já, virðist í rauninni bara að komast bara þangað sem hann vill hreinlega og þegar hann vill. En það hefur hann einhvern veginn náð virðist vera, hefur mér fundist sko vera svolítið einn á einn en og í rauninni Stefán ekki fengið mikla hjálp en hér er flautað til hálfleiks og já, staðan er bara 1-0 með þessu marki frá Erik Tobias Sandberg sem við skulum kannski rifja upp hér eftir hotspinnu frá Guðmundi Þórarinssyni. Hleypur inn á móti boltanum hann næstöngina og skallar hann óverendi fyrir Hjörvar. Frábær bolti hjá Gumma og virkilega vel gert hjá Erik. En þetta er bara gott mark og þú veist, ég myndi segja verðskuldað. Skaginn er verðskuldað yfir í þessu leik en þú veist, það er Þetta er galopið ennþá. Já, þetta er bara galopið og 1-0 er engin forista eins og við tölum áðan, þannig að það er allt opið. Við bíðum spenntir eftir síðari hálfleik og komum með hann hérna eftir cirka 15 mínútur, ekki fara langt gott fólk.
Jæja, komið þið sæl aftur áhorfendur góður. Við erum að fara að byrja hér síðari hálfleik í leik IA á Grindavíkur í 16 liða úrslitum Mjólkurbikarsins. Örn Arnarsson og Lúðvík Gunnarsson heilsa. Já, hvernig var stemmingin í klefunum tveimur, Lúli? Heldurðu? Ég held að Orri hafi lagt áherslu á að Skagalið haldi áfram að ýta liðinu niður, Grindavíkurliðinu, og að Grindvíkingar séu bara ekki með ósvipuð skilaboð og komið með inn í leikinn. Þannig að og þeir verða að taka sénsa. Það er svona það sem að mér finnst líklegast. Skagaliðið þannig skipað Árni Marino í markinu, Böðvar og Jón Gísli í sikvorum bakvörðunum, Erik Sandberg sem byrjaði leikinn og skoraði markið, og Baldvin í miðri vörninni, síðan á miðjunni Haukur Andri, Guðmundur Þórarinsson og Gísli Eyjóls, Gísli Laxdal út á hægri kanti, Ómar Björn á vinstri kanti sem var ansins sprækur, og Markus Páll fyrir ekki við. Ég stundu Mikael, ég veit það, ég á þetta til. Markus hefur kannski haft hægar sig en maður bjóst við, en hér kemur fyrst aukaspyrna hérna inn á fjársvæði. Damir nær ekki til boltans. En já, Grindavíkurliðið, það verður forvitnilegt að sjá hvernig þessi leikur þróast. Ef að staðan breytist ekki, hvort að einmitt Grindavíkurliðið, þeir hljóta að koma framar á völlinn og taka sénsinn allavega með eins og þú sagðir, meðan staðan er 1-0. Já, við sjáum þau byrja allavega seinni hálfleikinn með sama hætt og þann fyrri. Þeir stíga hátt og pressa. Þannig að og svo fer Damir í langan. Þannig að þetta er svona ekkert ósvipuð leikmynd og í upphafi leiks. Langur bolti og vinna með annan boltan. Það hefur virkað víða. Gísli Eyjólfsson á Guðmund, hann skipti síðan yfir á Böðvar. Við vorum að tala um það í fyrri hálfleik að maður vildi stundum sjá spilið ganga aðeins hraðar. Það er voðalega auðvelt að sitja hérna uppi og segja þetta. Við vitum ekki nákvæmlega hvernig völlurinn er, hvernig bánsið er, hvernig hraðinn er. Hann er náttúrulega ekki sérstaklega blautur, hann er ekki vökvaður hérna fyrir leik. En þetta er, þú veist, eins og maður segir, maður vill fá meiri hraða, en þetta er það sem ég ræði svolítið með þessa grasvelli, að þegar þú ert á gervigrasi þá er leikurinn bara verður hann sjálfkrafa hraðari, því að leikurinn er bara hraðar á gervigrasi. Fyrir utan það ef þú ert náttúrulega bara á frábærum grasvelli. Já, einmitt. En við erum ekki með marga þannig á Íslandi í dag, þannig að ég held að þetta sé svolítið svona staðan. Þetta lítur stundum út fyrir að vera hægt og þetta er alveg hægt. En mögulega geta vallar alltaf verið að skapa þar inn í það, menn taka ekki ómikla sénsa með það, sko. Nei, en Grindavíkur þannig skipað Hjörvar Daði Arnarsson í markinu, síðan eru þeir í aðri leikmenn Damir og Arnór Gauti í miðri vörninni, Stefán Jón Friðriksson í hægri bakvarðarstöðunni og Kristján Bjarmi í vinstri, síðan eru þeir á miðjunni Mikael Máni og Haraldur Björgvin, úti á vinstri kantinum Ingi Þór, hægra megin Rúnar Ingi, og síðan framherjar svona fremstu tveir, Rafael Viktor og Valur Þór Hákonarsson. Þá var Skagamenn aukaspyrnu á vænlegum stað hérna upp í frímerkinu hægra megin. Í hinum leikjónum sem eru í gangi, þar er afturhelding ennþá 1-0 yfir gegn Njarðvík, og HK-ingar í kórnum halda Víkingunum í 0-inu. Það er 0-0 ennþá staðan þar á móti milli HK og Víkings frá Reykjavík. Já, það er í kórnum. Það er ofta erfitt fyrir að mæta þangað. Klálega. Það eru spilnu sérfræðingar liðsins sem að koma saman að þessu eða. Guðmundur Þórarinsson setur þetta inn á nærsvæðið, þeir heilsa frá. Jón Gísli á Haukur síðan upp í svæðið bara, já, Böðvar eftir, en það var óviðráðanlegt. Eins og ég kom inn á hérna, þessi andvari sem hann er á mark Grindavíkur, stendur á mark Grindavíkur akkurat núna. Þannig að Öddi, það er ekki hægt að tala um þetta. Þetta er svo lítið. Já, er það? Þetta hefur engin áhrif. Nei. Við höfum síðan meiri vind á þessum velli. Ég ætla alveg að segja, ég ætla að viðurkenna það.
tekur hlaupið hérna. Hjörvar ætlar að spilna bara langt. Erik Sandberg sterkastur hérna. Ég ekki frá því að Skalið hafi alveg saknað Eriks af því að sko það var náttúrulega engum blöðum það að fletta að Erik Sandberg gríðarlega sterkur leikmaður. Já, ég get alveg verið sammála því og þá ég að tala sko allavega heill Erik Sandberg skilur. Já, algjörlega og hann hefur skilað góðu verki fyrir IA undanfarin ár og hefur verið bara máttastólpi í vörn liðsins. Það hefur ekkert verið sko Baldvin hefur verið að spila hérna hægra megin og Böðvar vinstra. Böðvar í grunninn ekki miðvörður. Þó hann hafi leyst hlutina bara vel og tökum ekkert af honum. Þá erum við með eiginlega miðverði núna í báðum. Já, einmitt. Og gleymum því ekki að hérna í rauninni á undan Böðvari var Rúnar Már og Rúnar Már leysti í rauninni Erik Sandberg af þegar hann meiðist. Það hefur verið svolítið svona erfitt hjá okkur í þessar leikstu og ekki bara hjá Skagaliðinu heldur bara það eru fleiri lið að glíma við þetta. Það ekki sérðu? Koma Grindvíkingar, Rafael Viktor hér. Hann með Val með sér, sendingin ekki nú nákvæm. Valur fer hérna út til hægri og Baldvin gerir síðan vel og farið í skotfótinn á honum hérna. En það verður, af því að við gleymum stundum leikmönnum sem eru utan við hópinn. Steinar Þorsteinsson auðvitað ennþá meiddur, Rúnar Már ennþá meiddur. Hvað gerist þegar Rúnar Már fyrirliði liðsins verður heill? Hann fer ekki og kemur inn í liðið. Hann væntanlega myndi maður halda kæmi þá í sína eðlilegu stöðu á miðjunni. Spurningin bara hver dytti út ef Rúnar Már kemur inn. Það erfitt að segja. Það fer rosalega mikið eftir því held ég bara hvernig takturinn í liðinu á þeim tíma sem hann kemur tilbaka. Kannski hvert hann fer. En hann náttúrulega verið að leysa miðvarðarstöðuna og fært sér sem neðar af völlin. Þannig að ég ekki viss að kæmi inn á miðsvæði. Þannig að það kannski erfitt að segja. Það bara kom í ljós. Já, en veistu eitthvað hvað langt í hann? Sko, hér kemur langur boltur. Hjörvar í rauninni núna að leysa þetta eins og Árni Már. Mér finnst ég að hafa heyrt fyrir stuttu síðan að það sé ekkert mjög margir leikir í það. Hann fór og var í rauninni greindur. Ómar, sérðu Ómar hér, frábær vörn síðan hjá Arnóri. En hann í rauninni hafi fengið svona rétta greiningu endanlega í, ég veit ekki hvað má segja, Susan. En allavega, og að það væru í rauninni kannski einhverjar vikur í hann. Þú veist, þá ég að meina fáar vikur, 1-2 skilur, hvort það væru 2-3 leikir eða eitthvað slíkt. En þetta mjög óábyrgt að mér að tala svona. Ég verð samt að fá að segja að mér finnst Baldvin hafa staðið sig vel í stöðu miðvarðar. Þetta er hans leikstaða og hann á sannilegt að vera hérna í einhver ár. En hérna sjáum við. Valur enn og aftur klikkar sendingin inn. Þeir eru 4-2. Boltinn yfir á Inga. Ingi nálgast teginn, fer á vinstri fótinn og Jón Gísli nær að loka á hann og Ingi fellur sig að mið. Ég held að það sé ekkert í þessu. Baldvin mætir hérna í hjálpina en ég ætla að taka undir með Baldvin óx gríðarlega á síðasta sumri með Rúnar Má við hliðina á sér og heldur því rauninni áfram inn í þetta tímabil. Ég myndi alltaf halda að hann öruggur, svona tiltölulega öruggur í sinni stöðu, myndi ég segja. Svona, skot í slána hér, Markus Páll, allt í hennu dúkkar hann upp. Árni Marino svipar mjög vel hér og kannski getum við séð aftur þetta skot. Fyrst að færi hjá Grindavík, hérna hálspinna og þetta ekki óskastað að vera í. Klaufar hana, 3-2 og þarna þarf
Ingi bara vera áræðin að fara á markið og klára það. Hann í rauninni kemur sér úr færinu. Hann lokar færinu fyrir sjálfum sér og sem gerir það verkum að ekkert verður úr þessu. Hér Rafael og brotið á honum og þá kannski náum við að sjá mögulega skotið hjá Markúsi. Það hérna Guðmundur með Jón Gísla með sér, Jón Gísli síðan með fína sendingu og þetta bara kláraði fyrsta. Já, þetta vel góð gert. tilraun. Hann er óheppinn þarna, hann gerir þetta virkilega vel. Heldur sér svona aðeins frá miðvörunum, heldur sér út í teiknum og frábær bolti Jóni Gísla. Og bara óheppni að þessi liggi ekki í netinu. En berjast þeir skallaboltana hann að Rafael og Erik. Erik hefur betur. Erik er ótrúlega öflugur í skallaboltanum. Þó hann sé ekki hár í loftinu. Nei, hann er það nefnilega ekki, en hann tímasetur þetta vel og nota líka mann, býr sér til smá pláss og hann er alveg virkilega drjúgur. En Grindvíkingar kvörtuðu hérna áðan. Baldvin og Valur voru þarna kljást aðeins fyrir miðju og þeir vildu meina að hann hefði togað í hann. Ég held sjálfur sér að það hef ekkert verið í þessu en hérna, þú veist, það má ekkert miklu muna. Heyrist að Teitur Pétursson, liðsstjóri hjá IA, hafi verið að tilkynna ósk eftir skiptingu. Sjá hver er það sem kemur inn á fyrir Skagan. Hvort það er Viktor Jóns eða Jóhannes Wall hreinlega. Minnst þeir svona kannski líklegustu kandidatar fyrstir inn. Nei, Viktor er ennþá að hita upp, þannig að þetta er mjög líklega Jóhannes sem er að koma inn, en Jón Gísli út á Gísla Laxdal. Gísli kemur með boltan yfir á fjær, þar er Ómar. Það er að taka niður. En er Stefán til varnar, nú fer hann á hægri fótinn, reynir að leggja hann út en Rúnar las þetta. Böðvar nær að halda sér ná, Böðvar sé með hann hérna innan nærsvæðið. Haukur Andri í frákastinu og bombar þessu vel yfir markið. Allar sér yfir boltan Haukur. Já, það er Jóhannes Wall sem að kemur inn á. Og það er bara fyrir Erik Tóbías Sandberg. Fær hérna, tæpar 60 mínútur í þessum fyrsta byrjunarliðsleik sínum. Er það ekki bara, getur ekki Erik bara vel við unnað og kannski gefur hérna Lárusi bara svona pínu bjartsýni? Já, ég held að þetta sé skynsamlegt hjá Skagaliðinu að hérna sjá markið að setja. Já, þetta er frábærlega gert, en ég held að þetta sé skynsamlegt hjá þeim að hugsa vel um hann. Það eru fleiri leikir framundan og þeir vilja halda honum heilum, þannig að hérna stundum er þetta bara svona, þó að það er ekkert að og hann er búinn að spila vel, en það er mikilvægt að þeir sem kom inn í staðinn standi sína plikt. Langur bolti fram og þetta er vel leist hjá Arnóri þarna. En þá fer Böðvar, kemur inn í miðvörðarstöðuna og Jóhannes fer út í vinstri bakvarðarstöðuna sem að hann þekkir mjög vel. Og hérna brýtur Jón Gísli á Rafael. Þetta sé réttu dómur. Damir. Baka á Hjörvar. Að spila hjá Grindavík núna, hérna Hjörvar með hann síðan út til vinstri. Gísli Laxdal vinnur skallan. En negast við hérna Markús og Damir. Gísli reynir að koma þessu inn í hornið á Gísla Laxdal, gengur ekki. Ingi, Jón Gísli rekur hann tilbaka. Þetta er vel gert Mikael. Og Haukur vinnur innkast. Já, Haukur gerði þetta vel. Sá Ingi vera að koma og smelta hann bara í hann. Gísli með smá pláss á miðjunni, færir hann yfir á Ómar. Já, nú fáum við þessu stöðu. Já, þannig er hann með plássið, þá fer hann inn á völlinn og svona auðveldar Grindvíkingum að verið til vörnavinnuna. Það koma Grindvíkingar, Rafael. Hann þarf ballið að fá
hjálpa. Hann gerir þetta Vel frábærlega. gert Baldvin Þór. Mikael Máni kemur boltanum fyrir markið og það er skallið að marki eða Rúnar Ingi eða hvað sem á þennan skalla, já. Þetta var ágætis sókn hjá Grindavík, sjáum hérna Mikael Máni, þessi ungi strákur. Þetta er frábærlega gert hjá Mikael. Hann tekur hann með sér, tekur stór touch fyrst, býr sér til svæði til þess að hlaupi og á svo bara frábæran kross með vinstri fæti sem að hittir höfuðið á, var það ekki Rúnar? Og skæða með kannski örlítið hefna þarna. Já, þetta en minna á að þessi leikur er langt í frá að vera búinn. Sýnist Grindvíkinga að vera að undirbúa skiptingar hérna. Svona á næstu mínútum. Arnór. Langur bolti yfir á Inga. Ingi skallar hann inn á miðsvæði en Guðmundur Þórðarsson mættir þar. Ná Jón Gísla, Jón Gísli tekur hlaupið en sendingin erfið. Slæs. Já, ég glemdi að segja hann, slæsar boltan út í henni. Afturhelding 2, Njarðvík 0. Elmar Kókic hérna í upphafi síðar áleiks. Þannig að afturhelding komið með svona 9 tær í 8 liða úrslitin. En ennþá markalaust í kórnum. Og sláð þar með út bikarmeistarann Davíð Smára. Það er rétt. Kemur Ómar, hann er með pláss núna, kemst hérna fram hjá Arnóri á mjög þægilegan hátt og setur hann vel fram hjá markinu. Opnaði líka mann hérna of mikið, þarna vantar einhvern veginn bara trúna í að klára færið. Já, hann klaufið hana. Hann er að gera allt virkilega vel og þeir ráða ekkert við hraðan. Og þarna aftur, veltum að fyrir sér, kom hérna örlítið skoppa á boltan áður en hann tekur skotið. Svo er það. Mér sýndist það, þannig að það hefur náttúrulega áhrif. Já. En það þýðir ekkert að spá í það verður bara að taka næsta færi. Nei, en það er nú áhugavert að það eru sveitarstjórnarkosningar framundan og það er held ég bara öll framboð að tala um gervigras á alvöllin, þannig að það verður forvitnilegt að sjá hvað gerist hérna næstu 4 árum. Það hlýtur eitthvað að gerast. Já. Ég bara trúi ekki öðru. Ómar, enn og aftur. Sveikan Rafael sterkur hérna og Böðvar í pakinu. Hann gerir þetta vel. Þurfa að brjóta á honum hérna, Böðvar gerir það og spurning hvort hann sleppur við. Já, Böðvar gerir þetta bara vel, þetta er bara góðu varnarleikur. Hann er svona professional brot hjá honum fannst mér. Ekkert illt í þessu eða neitt þannig. Hjörvar, langan bolta fram. Jón Gísli gerir þetta ágætlega. Damir í smá vandræðum hérna. Haukur, Markus og Guðmundur á Hauk. Ómar enn einu sinni með pláss hérna út í vinstra megin. Þú voru að fara bara á vinstri fótinn upp að endamörkum. Það hefur verið það sem verið að virka. Kemur boltanum út á Hauk. Jóhannes Wall, er hann að snerta boltan í fyrsta skipti núna? Hann er ekki búinn að vera mikið í boltanum allavega síðan hann kom. Nei. Guðmundur á Ómar. Ómar fer á hægri núna. Ómar kominn inn á teiginn, Damir hreinsar þetta frá. Valur með Baldur í bakinu hérna. Baldur gerir þetta ágætlega en kemur síðan langur bolti fram sem að Jón Gísli nær valda á honum hérna. En Ingi var alveg til í að refsa honum hérna ef eitthvað myndi klikka. Gísli Lagstallvinni síðan innkast. Orri að koma skilabóknir Hauks hérna að sitja fyrir framan hafsendana. Erum við 2 hátt uppi þannig að hann á að hjálpa þar. Já. Í rauninni eru þeir einmitt orðnir 2 fram með Ingi og Rafael. Kemur langt innkast en vel gert hjá Kristján Bjarma. Las þetta. Hjörvar. Og Rafael er skotmarkið og hann hittir á hann. Sjáum það strax að Rafael er að vinna fleiri bolt eftir að Eirík fór á velli. Hann var svolítið með hann í vassanum fannst mér.
Ómar upp að endamörkum hér, kemst ekki framhjá Stefáni að þessu sinni, en Ómar lendir hérna í smá njaski. Lárus Orri allavega að koma inn á hérna fyrir Grindavík. Já, ég held að sé tvöföld skipting. Lárus Orri F-fáingur að upplagi, búinn að vera í Grindavík hins vegar, já, síðan 23. Og þetta var vel spilað. Og Jón Gísli í skoti. Hjörvar þarf að hafa fyrir þessu. Jón Gísli náttúrulega, það eru fáir betri í þessari stöðu heldur en Jón Gísli. Ja, þetta var vel gert hjá Skagaliðinu. Þeir hérna náðu að láta bolta ganga þarna og svona ekkert margar snertingar á mann og sem enda með þessu góða skoti hjá Jóni Gísla. Þetta var vel gert. Og hornspyrna sem að Skagamenn eiga. Það er Guðmundur. Út í teginn og lendir hérna hjá Gísla Laxdal sem að aftur slæsar hann í aftur fyrir endamörk. Þá koma skiptingarnar hjá Grindavík. Lárus Orri Ólafsson að koma inn á og Heiðar Snær Ragnarsson að koma inn á einnig, og þeir leysa af hólmi annars vegar Val Þór sem er búinn að vinna mikla vinnu þarna í fremstu víglínu hjá Grindavík. Já, hann er búinn að vera duglegur og Rafael kemur einnig. En hann er orðinn þreyttur. Ég heyrði hann dæsa hérna fyrir ekki svo löngu síðan. Eða hvað? Nú er búið að breyta númerinu. Það var sett upp hérna númer 19. En það er Rúnar Ingi Eysteinsson sem kemur af velli. Fjóri dómarinn settir númer 19 upp. Ég var að hugsa að það var að taka Rafael út af sem að er svona Gunnar að reyna að hafa áhrif á leikinn. Já. Og það er verið að auka hæðina hérna, sjáum að Lárus Orri stór og stæðilegur einmitt líka kemur hérna framalega á völlinn. Gísli með fína snúning. Gísli Jóns í skotið en Hjörvar, það vantaði kraftin í þetta skot en allt annað vel gert. Sjáum að Grindvíkingar eru að breyta taktík og þá opnast mögulega hérna fyrir eins og Markus og Ómar. Þetta var hárrétt, Orri kvartar, en ég held að þetta hafi nú verið hárrétt að vera við sparkað í Markus aftur. Það var að Skagamenn sem er þetta innkast. Það leist hérna, Böðvar fær boltan hérna frá Hauki. Guðmundur með fína snúning, skiptir síðan hérna út til hægri. Kristján las þetta vel. Gísli leggur hann tilbaka á Guðmund. Guðmundur, hann hótar skotinu allavega hana. Kemur honum á Ómar. Þarna hefði viljað sjá hann skjóta bara. Já, láta vaða. Já. Það er svona, maður hefur það pínu lítið á tilfinningunni að þetta eina mark, það er ekkert, þetta er að Skagamenni hafa brent sig á því oft, allavega Skagamennir í stúkunni, að hérna, ég veist að það eru margar, þetta kemur síðan skoti frá Guðmundi og það er slegið frá
En ég get alveg sagt þér að það eru margar sálir í stúkunni sem að líst ekkert á að vera 1-0 yfir hérna þegar það eru hálftími eftir, eða 20 mínútur eftir á móti Grindavík. Nei, þú veist, 1 mark engin fórista, þannig að þetta bara, þú veist, gamla góða klísjan, mark nr. 2, mark nr. 3, sérðu? Gísli og fellur hér við, þetta verður áhugavert að sjá aftur en hann heldur nú fótinn á sér, ég veit ekki hvað þetta er, spurning hvort við getum séð þetta aftur. Það var lykt af þessu. Já. Gísli það bara að klára þetta fyrr. Sjáum þetta. Hérna þarf hann bara að klára þetta. Nei, ég er ekki viss sko, það er erfitt að sjá þetta. Já, mér finnst eins og hann fari í hægri nánum en hvort þetta er nóg til þess að vera vítaspyrna, Já, svo hugsa maður aftur, er völlurinn það laus í sér að hann rann hreinlega. Þetta var nú, fannst mér, rangstuðu lykt en enginn dæmt. Jóhannes Val vinnur vel tilbaka á broti síðan hérna. Það er aðeins að svona lifna yfir þessu verðist vera. Sjáum þetta enn og aftur hér. Þarna, nei, ég veist að Ég get ekki sagt, það er erfitt að segja. Já, þetta er mjög erfitt að sjá. En eins og ég segi, þú veist, það er, þegar þú fær boltan sem er vítateig andstæðingarna, þá hefur engan tíma. Þú verður að reyna að klára í fyrsta eða strax í annarri snertingu því að varnarmaðurinn mættir við alveg leik. Já, akkurat. Og Gísli þarf að vera bara fljótari, afgreiða þetta. Já, eftir það er annarkvort möguleikinn að þú missir boltan eða þú verður að gjöra svo að leggja hann tilbaka á einhvern annan sem að þar er en akkurat, þarna eru menn mögulega kannski að halda þér hafi meiri tíma og það er líka, finnst mér oft merkið kannski einmitt að vanti örlítinn svona sjálfstraust neista. Já, menn séu kaldir. Já, en enga síður ágæti staða sem að Skagaliðið kom sér í þarna en Grindvíkingar klárlega hugsa sér gott í glóðan að þeir eru ennþá inni í þessu leik en þeir þurfa hins vegar að kannski að fara að ógna þá er það Skagamenn Grindavík vinnur boltan Mikael Máni, vel lesið hjá Jóni Gísla Nú er allt opið hérna sendingin ekki nógu góð Damir séðan tilbaka á Hjörvar og þetta var ekki góð bolti á Jóni Gísla, hann hefði nóg pláss til þess að koma boltanum í og einhvern veginn sendir hann bara beint á varnarmann Grindavíkur. Jón losar hennan hérna upp í horni, Damir vel staðsettur, Kristján á Lárus Orra Ingi og Mikael Máni. Það er ótrúlega gaman að horfa á Mikael spila. Hann spilar eins og hann sé búinn að spila leikinn í mörg ár á þessu leveli. Hvernig hann hreyfir sig og hvernig hann býr sér til pláss og annað. Þetta Mikael út á. Hann er ekkert að flækja þetta. Nei. Kristján og Inga. Ingi rekinn tilbaka. Sautján mínútur eftir að venja leiktíma. Jóhannes sterkur hann í loftinu. Gísli Eyjóls vinnur vel tilbaka, fær aukaspyrnu. Staðan er 4-0 fyrir afturheldingu. Búinn að bæta við mörkum hér Bart Kúistra og Óðinn Bjarkason og Víkingar komnir yfir hver annar en Valdimar Þór Ingimundarson. Það varð að vera Skagatenging þar auðvitað. Skagamenn í aðalhlutverki, Þórður Þorsteinn að dæma á hann og en afturhelding klárlega komnir í áttalega úrslitin. Það er ljóst. Guðmundur fær hann hérna upp í hægra horninu. Tilbaka á Jón Gísli séðan með hann yfir á fjársvæðið. Og Stefán skallar hann aftur fyrir. Kvartar eitthvað annað Stefán, hann er búinn að þurfa að hafa fyrir því í dag.
Ómar búinn að keyra á hann alveg hægri vinstri. Við varamenn Skagaliðsins. Þannig að þá Viktor Jónsson, Gabriel Snær, Brynjar, Ísak, Styrmir, sýndist mér. og Jón Breki líka. Já, þetta nú spurning. Sko, samkvæmt ströngu nýjustu reglum nú kannski þekkjum það betur en ég, að vilja hann ekki aðleiningu inn á vellinum, þá ekki ber ekki dómarum að setja boltan leikinn beint í gang, en ég sé greinilega að hann vill fá aðleiningu. Þú ert ekki að henda mér í svona erfiða stöðu, ég er ekki... Þú ert ekki í þessari deild? Nei, ég man þetta ekki alveg. Nei. Ég ætla ekki að ljúga neinu hérna. Nei. En það er verið að reyna að breyta leiknum og koma í veg fyrir leiktafir og annað og ég er náttúrulega bara að fagna því. Þetta er verið að viðurkenna það að þetta er stundum orðið virkilega þreytandi þegar að liðin er að tefja. Já, afturrelding 5-0. Elmar Kókic að skora sitt annað mark, hann að þá væntanlega skipta Grindvíkingar hér bara. Stefán Jón Friðriksson væntanlega að fara af velli, alveg búinn að því að þurfa að eldast við Ómar Björn í allan dag. Nei, það er Mikael Máni. Er þetta... Já, það er tvöföldskipting, já. Það hlaut að vera Stefán út af og Mikael Máni, og í þeirra stað er að koma Gunnleifur Orri Gunnleifsson og Friðrik Frans Guðmundsson. Friðrik Frans, þessi uppalinn Grindvíkingur. Já. Núna sjáum við að það eru 15 mínútur eftir það bil og það er mögulega sóknarsinnu skipting eða ekkert mögulega. Gunnleifur er sóknarmaður, þannig að Rey er að búa sundir að taka sénsa, sýnist mér. Já, áhugaverð tímabili í leiknum hérna. Þessi hotspyrna ekki góð, en heppinn var hann. Eða Rafael óheppinn, það verður eftir hvernig maður lítur á það. Missir boltan hérna. Svona reiknar hann aðeins hérna. Tegin, Gísli Laxdal með hann eftir inn á fjær og er það Gísli Eyjólfs sem á þessa síðustu snertingu og aftur fyrir Gleymum því ekki að Grindvíkingar komust áfram á mikilli dramatík í síðustu umferð sem við fórum vandlega yfir áðan. Ingi rekinn tilbaka hérna, Damir síðan með hann fram á við. Gunnleifur vinnur fyrsta boltan, Rafael, og hvað gerist hér? Rafael virðist stíga þarna á, en Vilhjálmur var nú vel staðsettur þarna, þannig að það er ekkert spjald að fara á loft, sýnist mér. Þannig að hann hefur metur það svona svo að það sé ekki, þetta hafi ekki verið viljaverk. Hérna vinnur Gunnleifur skallaboltan og Rafael með ágætisplás og hann er að búa sér, reyna að stíga hann út og er óheppinn, stígur á hann. Já, það er ekkert illt í þessu. Nei. Aftur bara vel dæmt á Villa. En eflaust vond. Já. Þeir eru Hauk. Hann harkar þetta að sér. Já. Nú er nýr maður kominn á Ómar og það verður áhugavert að sjá hvernig hann höndla það. Já, og það er náttúrulega líka bara spurning hvort hversu mikla orku Ómar á eftir. Já, algjörlega. Gísli, hann á einhver orku eftir, fær boltan hérna aftur frá Markusi, en þessi sending er óvinnalega. Og ótrúlega hlaupageta sem að mér hefur fundist að ununa að horfa á Gísla Eyjólfsson spila. Það er einhvern veginn alltaf fullur kraftur á öllu sem hann gerir. Baldvin brýtur á sig. Þetta er eitthvað sem að Þetta er vel gert hjá Gunnleifi, en á sama tíma klaufalegt hjá
Baldvin, hann áræðin hann Gulli og kemur sér í góða stöðu sem að gera það verkum að Baldvin brýtur á honum. Og þetta getur verið hættulegt, við erum að tala það er bara 1-0, það eru 10 mínútur eftir og nú eru þið farnir að taka sénsa. En mér finnst mjög áhugavert að Lárus Orri sé að taka þessa spyrnu sem er sennilega hávaxnasti maðurinn í Grindavíkur liðinu. Nei, hann er spyrnumaður góður. Rafael er dæmdur rangstæður. Ég sá Lárus Orra bara tiltölulega snemma í gegnum hæfileikamótunum á sín tíma og hann er náskyldur Gylfa Sigurðssoni. Já, ég skil. Og hann er með góðan fót, hann er með hæðina, þá kannski fara menn að spyrja þessi spurninga en hann er með virkilega góða spyrnur og eins og sér þannig að það er ekkert óverlegt í þetta. Vel gert hjá Arnóri þarna að vinna boltann fyrir Grindavík. Gísli gerir þetta vel, vinnur innkast. Mark frá Ía núna á næstu kannski 2-3 mínútum hefur maður tilfinningu að mundinu sennilega fara langt með að drepa þar leikinn. Spurning hvort að Skagamenn hafa kjarkin í að fara í það að reyna að sækja það mark. Já. Boltinn á Jón. Kristján les þetta vel. Kristján setur hann upp í hornið en Árni Marino að sópa þetta upp hérna. Markús með sterkan skalla og Gísli Laxdal að koma með hann á vinstri en vörnin góð. Þetta er frábærlega gert hjá Markúsi og þetta er einmitt eitt af þessum vopnum sem hann hefur í sínum vopnabúri. Hann er sterkur skallamaður og Gísli þarna örlítill klaufi. Hann fer að vísa á vinstri fótinn sem að, þú veist, kannski ekki þessu upp á staða. Gunnleifur með flotta snúning hérna en Baldvin gerir vel. Gísli Eyjólfsson á Markús hérna á móti Damir og Damir fær hjálp af vörn þarna. Haukur Andri hins vegar tekur frákastið úr því. Róar þetta niður. Skagamenn að gera breytingu, Viktor Jónsson að gera sig kláran. Þannig erum við kannski öðmitt konum með mann kannski sem að einmitt getur tekið boltanum ofalega á vellinum og haldið honum hægt á. Já, ég hefði viljað sjá hann gera meira af því og af því að hann hefur allt í það. Já. Gísli á Jón Gísli síðan á Gísla Eyjóls. Hann á Ómar finnur Gísla Laxdal og síðan Guðmundur með skotið, það er í Kristján. Þetta var svona lipurt spil hjá Skaganum en Grindvíkingar sleppa við skrekkinn og innkast en það er skipting. Við sáum þarna að Gunnleifur var að byrja boltan í dýptina hann að klára að hlaupa á bakvið en Ingi var alltaf að leita á hann stutt þannig að smá misskilningur þarna á milli þeirra. Það myndi halda það að Gunnleifur, þegar þú sér Gunnleifur móti mann eins og Baldvini, að Gunnleifur myndi vilja akkurat fá að spreita sig í hlaupunum á mótunum. Já. Þarna hins vegar takast á tveir sterkir menn og Baldvin gerir þetta vel. En Viktor Jóns kemur semst inn á fyrir Gísla Laxdal. Ómar færi sig þá hérna yfir til hægri. Jóhannes Val er komin lítið ofar. Markús, já, þeir eru á hálfpartinn tveir frammi. Þetta er svona leikur sem þeir leika. Jóhannes Val verður sóknarvari við þessa skiptingu, myndi ég halda. Hann er búinn að vera svona frekar varnarlega sinnaður í þessu leik. Svona óvenjulega lítið að fara upp völlinn. Já. En Ómar, skemmtilegu kloppi hérna á móti Kristján en Damir á móti Ómari hérna og gefur innkast. Fín pressa í Ómari hérna. Já. Skóp þetta. Markús Dullur er komið inn, skilabóðinn. Það þýðir að vængurinn opnast fyrir Jóhannes. Nettsending á Gísla. Góður bolti. Gísli missir hann frá sér hérna en pressar á Damir.
Gísli svona aðeins að láta það fara í taugarnar á sig þegar hlutinni gangi ekki. Hann þarf að passa upp á það. Skama vinna boltan. Ómar. Nei, Kristján nær boltanum. Nú styttist í þessu. Rétt rúmar 5 mínútur eftir og Grindvíkingar svona væntanlega fara að verða örvæntingafullir og örvæntingafullir eftir sem að líður á leikinn. Þeir eru orðnir fjölmennir hérna fram á við. Rafael. Fín sending hérna inn fyrir Jóhannes Val og þeir vinna hotspinnu. Þetta vinnur alveg með Grindavík. Já, þeir hafa enga að tapa. Þeir verða að taka sensa. Þeir eru úr leik ef þetta fer svona. Já, já. Þannig að þetta áhugavert að sjá að þeir setja ekki hreinlega fleiri menn inn í teig. Já, einmitt. Þeir eru alveg 3 utan við tegin og sendingin aftur fyrir. Þetta illa farið með gott færi. Já, klárlega. Já, þetta vannst alveg upp í hendurnar á liðinu. Þeir heldur að vera alveg vel sátti með þetta. Og Árni Marino finnur Viktor finnur hins vegar bara Inga sig. Þetta er góð pressa. En Arnór kemur þessu gerði þetta vel á Heiðar. Lárus Damir lyftir þessu fram völlin, þessi er út af væntanlega, já. Gísli finnur Gísla Eyjóls, hann á Guðmundur síðan út á Jóhannes Val. Nú verð ég alveg að fara að gefa þér merkilegasta verkefnið af þeim öllum, Lúli minn, sem sérfræðingur í setti. Það er að velja þann sem að þér finnst hafa skara fram úr skaliðinu í dag. Já. Þannig að þú fær núna 3 mínútur til að hugsa málið. Ég mun rukka þig svar eftir á 90. mínútu. Svo ég er að svona gera þig bara tilbúin, sko. Gunnleifur gerir þetta ágætlega hérna og brýtur síðan hérna á Gísla Eyjóls sem að fann nú alveg fyrir þessu. Já, hann er fljótur á fætur. Já. Brósir. Já. Það er gott. Ljómandi. Kannski hélt þetta væri verra en það var svona fyrst. Baldvin með aukaspyrnuna fyrir Ía. Miðar á Viktor. Damir vinnur skallaboltan. Lárus Orri fram hægri kantinn á Heiðar. Heiðar sendir hann tilbaka. Þetta er tæft Haraldur síðan hérna aftur á Arnór. Styttist nú í að þeir þurfa að fara bara að taka leið 1 á þetta. Hlýtur að enda þar. Hérna megin. Ómar að sleppa hér í gegn. Komin inn fyrir Kristján. Ómar fer í skotið en Hólm Hjörvar. Já, Kristján gerði vel hann held hann uppi og náði að koma fætinum fyrir skotið, hann tekur smá kraftin úr því. Já, ég veit ekki hvað XG er á Ómari í þessu leik. Hann er búinn að eiga fleiri marktilraunir heldur en aðri leikmenn held ég í þessum leik. Já, ég held að eigi hreinlega meiri hluta marktilraunir. Kemur langur bolti en Árni Marino grípur þetta þægilega. Sjáum aftur færi hérna hjá Ómari. Já, hann er að setja fótinn fyrir. Já, en að samanskapi þetta er bara vel gert hjá Hjörvar í markinu, en þess að boltinn breytir stefnu og snöggur niður. Hjörvar gerir bara vel í að taka þetta, sko.
Hver var hálfbolti hérna út til vinstri og Jón Gísli setur hennar í bakið á Inga hana. Já, Ingi, hann missir lappirnar frekar auðveldlega hana með að við... Já. Jón, Stærð og styrk. Ómar, Viktor. Ingi pressar á hann, fyrir Ómar. Jón Gísli. Haukur Andri. Jón bara með hann að skagaliði með boltan og skorar ekki Grindavík. Það er svolítið Átni, langur bolti fram. Miðar á Viktor, Viktor skallar hann tilbaka á Gísla Eyjóls. 3 mínútum bætt við. Gísli í baráttunni. Boltinn best á Inga. Ingi reynir að snúa af sér, gerir það vel. 90 mínútur komnar á klukkuna, Lúli minn. Nú er komið að skulda dögum. Já, ég Hvern myndirðu velja mann leiksins? þó hann hafi ekki skorað í dag, þá hefur mér fundist gaman að fylgjast með Ómari. Hann er að taka hérna 90 mínútur sem er líka jákvæmt fyrir skagalið. Margir svo sem átt fína leik, en ég vel Ómar. Ómar Björn Stefánsson. Ómar Björn. Erik var náttúrulega mjög góð líka, á meðan hann naut við. En ég held að það sé mikilvægt fyrir skagaliðið að fá Ómar í gang og hann halda áfram að ógna svona eins og hann er búinn að gera í dag. Mörkin koma á endanum. Nú, áhugavert, það er hérna hrinding fyrir spyrnuna, þannig að spyrna verður endurtekinn. En þetta er stór hætta. Grindvíkingar geta hent ansi mörgum fram hér. Lárus Orri með spyrnuna, fljótandi bolti yfir á fjær, Jóhannes Val skallar það frá. Damir fyrstur á hann. Lárus aftur á Damir í fyrirgefastöðu, hérna leggur hann út á Inga, Ingi síðan í skotið. En það er enga megin valdi á boltanum hérna og skotið himinhátt yfir. Ingi með vallamark. Já, þá er, eins og við segjum, þetta mark Erik Sandberg Það ætla sennilega bara virðist að döða. að döða. Og enn einn leikurinn þar sem að milli þessara liða sem að er að vinnast á núllinu. Það er, þetta er allt eftir bókinni. Og skagaliðið þá að komast væntanlega í 4-3 í bikarviðuregnunum. En þetta er ekki alveg búið ennþá. Við skulum aðeins vera rólegir, en áttalega úrslitin er að verða góðu möguleiki. Elías Már búinn að koma Víkingum í 2-0, Njarðvíkingar að klóra í bakkann, 5-1 þar. Þannig að sjáum hérna Jón Gísli að nálgast vítateiginn, Kristján vinnur á honum boltann. Ingi. Þetta fer að vera síðasti séns fyrir Grindavík. Kristján styður við Inga, Ingi síðan og Jón Gísli setur hann út af. Þá eru bara einhverja 20 sekúndur eftir af uppgefnum uppbótartíma. Gísli, come on! Focus, come on! Það er Heiðar sem að ætlar að reyna að kasta þessu langt. Og þetta féll Rafael við, en maður vegna svona pínu tilfinninguna að hann hafði allan tíman ætlað sér að gera það og hér er dauðafæri og hver er annar en Gunnleifur Gunnlaugsson sem að jafna fyrir Grindavík. Þetta er dramatík. Þetta er dramatíkin. 10, eitthvað svoleiðis. Já, hérna hér með bara síðustu snertingu leiksins ætla ég að leyfa mér að segja. Og eftir darradans í teignum þar sem menn ætluðu sig greinilega að reyna að sækja vítaspyrnur, sjáum það hér. Byrjum á því að Rafael, hann fer mjög öðvöldlega niður hérna. Já, ekkert á þetta er bara... Lárus Orri, finnur Inga, Ingi með skot, Baldvin ræður ekkert við það og Gunnleifur hirðir hann. Og það er framlenging. Já, hérna. Það er búið að flauta þennan leik af og þannig komum við aftur inn á það sem við töluðum um aðan. 1-0 er engin fórusta. Og þetta er annar leikurinn í röðu þar sem Grindvíkingar jafnar hreinlega með síðustu spyrnu leiksins. Því að það var sama að vera på teiningnum gegn Keflvíkingum. En það var að vísa eftir framlengingu. Þannig að nú býður okkar hálftími. Já, það er spurning hvort að við eigum að taka okkur
smá pásu líka og ná andanum hérna Lúlli á meðan að þjálfarar koma skilaboðum og sína leikmenn. Ekki spurning. Við drögum okkur aðeins í hlé en komum vonbráða með framlíkinguna. Það er 2015 eftir. 1 bolli. Já, Rúli minn, við erum búin að ná andanum, fá okkur kaffi og kleinu, skipting á skaganum, Gabriel Snær Gunnarsson kemur inn á fyrir Ómar Björn. Ómar Björn alltaf búin að hlaupa úr sér lungun, maður leiksins. En nú er þetta bara allt annað leikur, en þetta er einhvern veginn, virðist vera einhver svona ára yfir Grindvíkingum í bikarnum allavega í ár. Já, ég meina, við erum margur búin að tala um þetta, 1-0 fórusta er ekki neitt, ekki bikarleik, þetta tryggði þeim framlengingu, þannig að núna er þetta bara allt galopið, erum við ekki sammála það? Jú. Það er dýrt að nýta ekki færin, ég heyrði menn tala um það í stúkunni núna, hefur fekk með kaffibólla. Já, það var svona pubullin vildi meina það og sem er alveg hárrétt, en svo er alveg spurning líka, hvernig fannst þér Skagalið stjórna leiknum hérna síðustu mínúturnar í uppbótartímanum að bjóða í rauninni þessari hættu heim, gefa frá sér boltan, gefa fast leikadriði. Er eitthvað sem að við hefur geta? Ég hugsa að ég hugsa að þjálfarinn hafi nú kosið það að Jón Gísli hafi ekki tapað boltanum hérna upp á kantinum á hann eins og vorum að ræða. Síðan setur hann eftir og kemur tilbaka, jú, brot, en þá hefði ekki eftir að gerast. En fyrir mér var
þetta snerist auðvitað bara þetta, eitt fast leikadreiði eða eitthvað þess áttar sem að gæti mögulega hleypt þessu upp í eitthvað svona setja hann inn í mixerinn og það getur allt gerst, en það var ekkert handling sem að bendi til þess að þeir væri að fara að jafna annað en það. Nei. Miðið möguleiki, það svoleiðis. Já. Og en þetta fjall með Grindvíkingum alveg klálega núna. Nú þurfa Skagamenn að svona þess að grafa í karakterinn og sjá hvort við ná ekki að kreista eitthvað fram. Algjörlega. Kemur langur bolti fram. Rafael. Baldvin með að hæja á honum aðeins. Rafael sterkur. Skiptir hann yfir hér. Friðrik Frans. Jóhannes Val mætir honum og vinnur af honum boltan. Sendingin hins vegar beint á Harald Guðmundur Þórarinsson. Tilbaka á Böðvar. Sendingin frá Böðvari ekki nákvæm út af. Skagamenn með ekki vera værukærir. Þeir verða að halda áfram að setja kraft í leikinn. Þeir geta ekkert hægt eitthvað á. Ég held svona að það ætti að vega þyngra þar. Ég held að þeir séu kannski komnir lengra í sínum undirbúningi og þeir eru náttúrulega komnir ágætlega inn í tímabilið á meðan að Grindvíkingar eru þannig að nýbyrjaðir. Þannig að Skaginn þarf svolítið að keyra á það á mínum mati. Já, svona finnst þetta alveg rökrétt sem þú ert að segja að Skagalið ætti að vera komið í rauninni lengra, komið í betra form og ættu að endast þetta betur, en það er náttúrulega svo að getur andlega hliðin svona andlegi þættir geta haft ótrúlega áhrif á hvað menn endast í svona leik. Já, við tölum það hérna fyrir leik. Þetta er styðsta liðin í Evrópu og það er þangað sem Skaginn vill fara. Ég held að við séum allir sammála það. Og það þýðir ekkert að vera eitthvað lítill. Þú verður bara, þú veist, ef þið langar í eitthvað, þá verður bara að fara og sækja það. Það er enginn að fara að afneita þér eitt eða neitt. Þannig að þeir verður líka að sýna hérna inn á vellinu núna hversu mikið þeim langar að fara í þessi áttalegu úrslit. Og það er ekki betur til þess fallin en þeir sjálfur, sko. Einmitt. Það Skagamenn að reyna að þjarma Grindvíkingum núna hérna. Búin að ná að þjappa þeim hérna niður. Svipuð staða við sáum í fyrri hálfleiknum hérna í venjulegum leiktíma. Njarðvíkingar eru búin aðeins að klóra í bakkan. Leik lokið í kórnum. Víkingar eru komnir áfram. Þeim hefur gengið vel í bikarnum undanfarin ár. Og þegar náttúrulega Skagaliðið kom síðast á Laugardalsvöllinn, það var einmitt á móti Víkingum. Er það ekki rétt munað hjá mér? Jó, það passar. Það var Jóhannes Karl, þjálfari liðsins. En Afturheldingu þetta komnir áfram líka, það er svolítið síðan meira segja. Það var snemma leik sem að það var augljóst mál. Snemma í fyrri hálfleiknum, nei, síðari hálfleiknum allavega. En vel gert hjá Rafael hér. Rafael nálgast vítatinn. En sendingin frá honum ekki nákvæm hérna fyrir aftan Gunnleif og Viktor síðan hérna. Markus með smá hlaupabraut en Arnór. Slaufi Viktor þarna aðeins betri bolti og Markus kemst í góða stöðu. Gabriel nær hins vegar frákastinu hérna. Damir hægir á honum, kemur með boltan inn á tegin. Viktor fleytir honum áfram en Hjörvar kemur út úr markinu og grípur þetta. Aldun fyrir Jón Gísla. Það er að verða smá bortennis núna hérna. Jón Gísli með bara skotamarki hér. En Þú sást að Hjörvar var fljótur að koma boltanum fram. Það eru 2-2 þarna uppi. Skagamenn verða að vera meðvitaðir, sko. Það er svolítið áhugavert og í raun og veru bara gaman að fylgjast með Rafael hérna på topp. Þetta er mikill íþróttamaður, kraftur og styrkur og klálega á Skagavörðin á bara í stökustu vandræði með hann. Já, ég held að sé alveg erfitt að eiga það. Baldvin hár og langur fram. Damir og Viktor í baráttunni. Viktor nær að komast. Þetta er vel gert hjá Arnóri, er á undan í boltan. Og þetta er held ég bara hárrétt. Þetta var öxl í bak. Já. Arnór gerði þetta vel.
Mér persónulega finnst þetta ekki vera aukaspyrna. Nei. En mín skoðun kannski skiptir einhvern veginn. Þú veist, hann er virkilega svona, en allavega. Þetta gerist á hinn meginni fyrir hálfleik. Já, en þetta er dæmi með aukaspyrnu sem að menn sækja. Já. Alveg klárlega, sko. Þú veist, þeir koma sér fyrir, vita snertingin er að koma og fara mjög auðvitað. Þetta, maður sé þetta, náttúrulega, kannski því miður, allt og oft. En Haukur á Markús missir boltan frá sér hérna undir pressu frá Heiðari og koma Grindvíkingar. Lárus Orri, sendingu upp í hornið, Heiðar Snær, hann komast inn á teiginn hér, setur hann fyrir en þar er enginn mættur á fjær. Það hefði nú átt að gera betur, talandi um það, að gera betur á stöðunni. Þeir komið sér í góða stöðu þarna og það hafði sannarlega geta gert betur því að þetta var góður bolt upp í hornið hjá Lárus Orra. Það voru rauninni bara tveir möguleikar svona vænlegir í stöðunni, það var annað hvort að leggja hann út eða hreinlega skjóta á markið. Já. Hörku barátta hérna milli Arnórs og Viktors og fín tækling hérna hjá Jóni Gísla. Ekki. Gabriel. Þetta er ótrúlega sending Gabriel. Lárus Orra, Haukur, Andri svona beilar hann út og þetta er vel spilað. Viktor hérna, Markús með smá hlaupabraut hér. Arnór þrengir á honum. Jóhannes Wall kemur í humátt á eftir. Kemur sér með fyrirgjöfina hérna. Viktor missir á honum. Það hafði svo sem ekki svona reyna sín á boltan hérna. Damir var að þvælast fyrir honum. Já, Damir gerði vel. En þetta var ágætlega gert samt hjá Skagaliðinu. Náðu að losa hana Wall út í vælnum. Svo má ekki gleyma því að það er hafinn leikur auðvitað. Það kom seinni hálfleikur í leik Stjörnunnar og KR. Hvernig standa leikar það? Þar er staðan 2-1 fyrir Stjörnuna. Eiður Gauti kom KR-ingum yfir. Emil Atlason sem búinn að skora 2 og kemur fastur bolti fyrir markið og Aron Sigurðarsson misnotaði víti í stöðunni 2-1 undir lok fyrirháleiks en Stjörnumenn sem sagt komnir yfir, eru þarna yfir gegn KR á heimavelli en Skagaliðið klárlega vill vera í þessum potti sem eru dregið væntanlega á föstudaginn finnst mér líklegt. Umferðin klárast á morgun eins og ég kom inn á áðan með 3 leikjum. Er ekki dregið á morgun? Er það bara dregið á morgun, annað kvöld? Þessi dregið eftir síðasta leik í beinni útsendingu. Það er svoleiðis. Minni það? Já, eftir leik Fylkis og FH þá væntanlega K.A. Ægir og Vestri og Grótta mætast á morgun. Það býð eftir boltar af hann ekki kann ekki góður leik að stýra. Melgeti og Gísla, Jóhannes Wall með smá pláss hérna núna. Jóhannes með sendinguna yfir á fjær en Markús er að halda þess inn á. Vel gert það Markúsi. Markús á Gabriel, Gabriel kominn inn á teiginn. Setur hann inn á teiginn en fyrir aftan Viktor. Og Arnór ákveður að láta hann ekki fara. Þessi sending meitt á Guðmund Þórarinsson. Þetta var skrítin ákvörðun hjá Arnóri. Jóhannes tilbaka á Guðmund. Skagamenn ennþá með orkumikla menn á bekknum eins og Ísak Mána til dæmis sem að geta svona, já, með fríska fætur og geta sprengt þetta upp. Gísli
Gísli aðþrengdur hérna og hann vinnur hornspyrnu. Ágætlega gert þarna úr þessari stöðu. Mark Skagamanna kom auðvitað eftir hornspyrnu frá Guðmundi. Það mér finnst eins og það sé bara svo óbúslega langt síðan. Það er næstu í 90 mínútur síðan. Og Guðmundur setur hann yfir á fjársvæði. Þeir skalla þetta frá Gunnleifur aðþrengdur hérna og dæmd aukaspyrna. Þeir eru hald þarna á Jóhannes Val. 3 mínútur eftir að fyrri hálfleik framlíkingar. Svona lítið svona sem að búið að gerast í þessum fyrri hálfleik sem að hefur eitthvað breytt eitthvað stöðunni. Já, svo er þetta spurningin einmitt hvernig liðin alltaf nálgast þetta. Þú veist, eru Grindvíkingar sáttir með að halda þessu svona og fara með þetta í vítaspyrnukeppni. Vill Skaginn það, þú veist, munu þeir taka séns þegar líður á seinni hluta framlíkingar. Einmitt. Það verður forvitnilegt að sjá. Sko, mín tilfinning segir nú yfirleitt að það sé nú yfirleitt ekki stærra liði sem að vill fara í vító, sko. Nei. Svona heilt yfir. Það er bara, þar er nefnilega bara að gilda önnur lögmál svolítið. Já. Heldur en í almennum það getur allt gerst fótbolta. Já, nákvæmlega. En Hjörvar með hann, háan og langan fram. Guðmundur vinnur skallan. Haraldur inn til vinstri. Þá kemur boltinn inn á teginn. Böðvar skallan hann frá. Guðmundur tekur hann niður. Markus með pláss núna hérna fyrir framan sig. Þetta er fínn bolti frá Guðmundi. Markus á flegiferð en Arnór enn einu sinni. Hann er búinn að vera góður í dag. Arnór. Virkilega. Þetta var mikilvæg tækling hjá honum. Damir. Hann er ákveðinn og fylginn sér eins og menn segja. Hann hefur hérna bara átt virkilega góðan leik. Klálega. Og Damir líka í vörn Grindavíkur. Arnór Gauti F-háingur og með síðan átti viðkomu í Þrótti Vogum og IR áður en hann gekk til þessu Grindavík. Sterkur Jóhannes Val hérna en boltinn aftur fyrir Damir er í það sínum mönnum í pressu hérna. Hann er gríðarlega mikilvæg fyrir þetta Grindavíkurlið. Markus leggur hann tilbaka á Gísla Eyjólfs. Gísli sendir hann út á Gabriel. Gabriel fer í árásina. Missir boltan frá sér og brýtur af sér síðan hérna. Þetta fannst mér soft aftur. Já. Bara barátta og ég veit ekki hvort að Gabriel er eitthvað tekið í hann. Tvöfaldskipting tilbúin hjá IA sem að vera væntanlega í hálfleik myndi ég halda í framlengingunni. Styrmir Jóhann Ellertsson fyrirgefðu að koma inn á sem og Ísak Máni Guðjónsson. Spurning hvort að hverjir eru að fara af velli. Erum við að tala um Guðmund Þórarinsson? Er það ekki rökrétt mögulega að hann fari út af fyrir Styrmi? Já, mér finnst þetta áhugavert. Tveir ungir leikmenn að koma inn á. Já, og það vantar sjálfsagt fríska fætur. Já. Mögulega vítaspyrnukeppni í vændum. Það verður spennandi að sjá hvað Orri gerir. Pirringur í mönnum hérna. Hann er að koma inn. Já, þetta er áhugaverður tímapunktur. Sjáum hérna hver eru leiðtogarnir. Damir að stappa stál í sína menn. Böðvar Böðvarsson er búinn að vera að tala yfir Skagamönnunum. Þetta er það sem að gerir fyrirliðum.
Hverjir eru það sem að koma að velli? Ég held Sýnist það að vera Guðmundur að klálega annar þeirra en spurning hver er hinn? Sýnist Baldvin. að fara inn. Þá er Styrmir að koma inn fyrir Baldvin væntanlega inn í vörðina hreinlega. Hann er nú miðvörður að upplagi. Já, og Guðmundur fer út af og Ísak kemur í hans. Nei, Baldvin er hérna þá. Já, hann er hérna. Það er já, Guðmundur Þórarinsson og já, Markus Páll sem að fer að velli. Og engar fleiri skiptingar hjá Grindvíkingum. Eru þeir ekki hreinlega búnir að skipta sínu inn á eða hvað? Svona langleiðina. Þeir eiga ónotaðan ennþá Andra Karl og Viktor Guðberg. Þannig að þeir eiga það inni. Já, þeir eru búin að gera... Bætist ekki við auka skipting í framlíkingu. Einu allavega. En það eru Skagamenn sem að byrja þennan síðasta leikluta. 105 mínútur á klukkunni. 15 mínútur í viðbót. Og svo mögulega vítaspyrnukeppni ef ekkert gerist. Og alveg er ég vissum að já, sama hvernig þetta fer, þá hljóta Grindvíkingar að geta verið bara nokkuð stoltir af sínu. Já, ég hugsa það. Þeir hafa gert það bara vel. Og það hefur gengið held ég svona mestuleiti upp það sem þeir hafa lagt upp með. Þetta er svona ekkert ólíklegt að reisa sáttur. Skagamenn að byggja upp, sjáum að Grindvíkingar eru bara alveg sáttir að leyfa Skagamennum að hafa boltan akkurat eins og er. Sjálfsagt vel skilgreint hvenar þeir fara í árásirnar. Haukur Andri hérna finnur Gísla. Gísli kemur sér á hægri fótinn, finnur ekki skot eins og það er. Haukur Andri setur hann inn fyrir á Jón Gísla. Jón Gísli út í teginn og boltinn hátt í loftu upp hér. Damir náði að setja tána í boltan. Styrmir á Gabriel. Gabriel síðan á Jóhannes Val. Styrmir Jóhann fæddur 2008 eins og Gabriel Snær. Haukur Andri lyftir þessu inn fyrir á Jón, en þetta er erfitt. Það sér það svona þegar líður á leikinn að sko, það er enn smá í land með að vera með fulla birtu alveg svona langt fram á kvöldið. Já. Það er svona aðeins verið að röka. En þetta sleppur. Já, en Árni Marino hins vegar sést allavega vel. Við mun sjást áfram vel þó að verði niðdim nótt. Sjáum hann hérna, þessi neongræni búningur er alveg vel sýnilegur. Já. Böðvar reynir sendinguna fram á við. Jóhannes Val tekur frákastið þarna. Jóhannes nær ekki valda boltanum, það er aukaspyrna dæmt. Já, fór hann ekki í hendina og hendi sig við leið. Ég síndist boltinn fari í höndina á báðum, þannig að hann hefur ætlað að sleppa þessu, en svo þegar Jóhannes náði ekki að halda boltanum og þá flytja hann. Staðan er þá 2-1 í Garðabænum. Hvað er búið mikið þar? Það eru búnar Komin hálfleikur eða? Já, það er konar 64 á klukkuna þar. Þetta er mjög áhuga. En væntanlega verður þessari útsendingu lokið þegar að þeim leik lýkur, en Haukur Andri út af skotinu fer í Arnór. Gísli, Jóhannes utan á honum hérna vinstra megin. Jóhannes með boltan fyrir, alveg yfir á fjær. Ísak aftur á Jón Gísla. Jón Gísli ekki að finna opnun hérna, hvað Gísli í skoti, það í varnarmann. Gabriel tekur frákastið, Gabriel leggur hann út á Styrmi sem að fer í skot og þeir vilja fá hendi og skot síðan í varnarmann. Gísli með skot í varnarmann, 2 varnarmenn og síðan
Haukur Andri með skot í varnarmann, þeir henda sér fyrir allt núna Grindvíkingar. Þeir eru að fórna sér í þetta Grindvíkingar og það er alveg hjarta á Andi og sér það er stemning í liðinu. Það var orra hríða markið þeirra núna en þeir náðu að verja það vel. Já, þetta ætlar að vera erfið fæðing fyrir heimaliðið. Jón Gísli með hornspyrnu. Með lág. Rafael setur boltan út á kant og út af. Það er Jón Gísli sem að kastar þessu inn. Jón Gísli kastar langt hér. Rafael skalla frá, þeir framlengja. Þá koma Grindvíkingar, Gunnleifur. Kemst fram hjá Jóhannesi, Gunnleifur, Árni Marino tekur sprettin í markið. Jóhannes nær að hægja á honum. Og Gunnleifur tapar boltanum hérna frá sér eða hvað, nei, Heiðar hirðir hann upp. En Gunnleifur hefur átt góða einkomi hérna hjá Grindvíkingum. Hann var svona aðeins náð að hrista upp í þessu, kom inn á seint í leiknum og það hefur bara gert vel. Já, skoraði náttúrulega þetta mikilvæga jöfnunarmark einnig. En Grindvíkingar vinna boltan. Getur Ísaki að vinna boltan hér. Enga spilna síðan dæmt á Kristján, eru snöggir að taka þetta. Haukur yfir á Gísla, Gísli síðan. Gabriel tekur hlaupið. Hætti við að Gísli síðan. Lætur Harald hirða sér boltan. Sendingin yfir á Kristján. Frábær móttaka en þetta er Ingi auðvitað. Jón Gísli vinnur hann á boltan. Sjáum þetta aftur hérna þennan atganginn á tegnum hérna áðan. Sjáum bara fórnfísina í Grindavíkurliðinu. Það er bara þarna vildu þeir fá hendi, erfitt að sjá. En þetta voru ykkur 4 skot sem að Grindvíkingar náðu að henda sér fyrir. Viktor fær hann hérna úr innkastinu. Viktor upp í hornið. Setur hann fyrir markið, boltinn fyrir Gísla Eyjólfsson sem tekur skot með vinstri, vel yfir markið. Ágætisfæri. En þú sér það, hver er það, eða? Það er Arnór. Þetta er Arnór sem hann er að trufla Gísla, og þetta er bara nóg. Gísli fær ekki opið skot og þetta er bara vel gert hjá Arnóri. Já. Hjörvar, spilni frá beint á Hauk Andra. Gert hjá Lárusi, Haraldur síðan með sendingunni í gegn. Jóhannes Val rekur mikilvæga stóru tá þarna í boltan. Heiðar Snær var þarna í humátt og eftir. Já, þetta var mikilvæg snerting hérna á Val. Níu mínútur. Förum við í vítakeppni, heldur þú það? Ég skal ekki segja, eins og ég segi, þetta er bara bikarkeppnin er ólíkindatól. Ég meina, þessi orrahríð hérna, við getum fengið aðra svona hérna meginn núna, þess vegna, þú veist, maður veit ekkert. Grindvíkingar að ógna allavega. Góð vörn hérna hjá Hauki, boltinn inn á tauginn, Jóhannes Val undir pressu. Og farið í hann þarna verðist vera, en ekkert dæmt innkast. Væri farið til vítakeppni, þá væri nú voðalega næs að vera með setja markmannsþjálfara í markið. Hann á nú góða sögu hérna. Og meðal annars úr vítaspyrnukeppni sem við vorum að sýna beint frá og ég man ekki hvað hann varði síðan Dino Hodzic 4 eða 5 víti í röð held ég einhvern tíðan með Kára boltinn út í teginn og Rafael með skot og þetta er þess Grindavík skorar! Lárus Orri! Já, hérna. Lárus Orri, nafni þjálfarans hjá IA Ólafsson. Eins og ég segi, það er hægt að segja. Það er bara, í báðum þessum mörkum er klaufagangur í teig skamanna einhvern veginn.
grimmdin og græðkin í Grindavíkurliðinu meiri og þetta er náttúrulega ekki góð varnarleikur hjá Jóhannesi. Nei, þarna erum við að tala Gunnleif Gunnleifsson að pakka Jóhannesi Val saman svolítið þarna. Já, þetta er bara, Jóhannes fer allt á nálættunum, Gulli snýr hann bara af sér bara með því að taka utanum og skilur hann eftir bara eins og bakpoka og það er, þú veist, þetta er ekki boðlegt fyrir mína parta sko, hann þarf að gera betur hann Gunnleifur og hann er betri varnarmaður en þetta, hann að já, og svo er bara grimmdir í teiknum, þetta var svona í markinu áðan líka, klaufagangur og Grindvíkingar bara nýta sér það. Þetta er dýrt. Já, en það er ennþá 6 mínútur eftir, það er ennþá eftir að skrifa lokakaflann í þessum leik. En nú akkurat reynir á Skagaliðið. Heldur betur. Eins og nefndir fyrir leiknu, konu niður á móti Keflavík. Hvað gera þær hér? Ætla þær að vaksa við þessa raun. Hér kemur Gabriel Snær, leggur hann út á Gísla Eyjólfsson sem hefur ekki þennan tíma sem hann ætlaði sér. Gunnleifur með Böðvar í bakinu, Gunnleifur gerir þetta frábærlega, finnur Inga eða hvað, nei, hann finnur Jón Gísla og Ísak og Styrmir, það liggur meira á hérna, það meiri Haukur, nálgast teginn og Grindvíkingar loka ágætlega núna, Styrmir, Viktor fær Styrmir, fær hann aftur hér. Styrmir út á Jón Gísla, hann á Ísak. Gulir á teiknum, virkilega slög sending hjá Ísaki. Setur hann bara aftur fyrir þetta er illa farið með góða stöðu í rauninni. Já, þetta var ekki gott. Það er ekkert mikið, þú veist, ef við lítum tilbaka og skoðum kannski aðeins leikinn í heilsinni, Ómar Björn að koma liðin oft í góða stöðu og koma sér í góða stöðu en ná ekki að nýta færin, en það er ekkert mikið hérna á milli og það sem ég hefur fundið svona aðeins eftir því sem liðið hefur á núna. Sleppa í gegn eða hvað, missir fæturnar undan sér en hann heldur boltanum hins vegar. Fer á hægri fótinn, leggur hann út á Styrmir fer í skotið en þetta er framhjá markinu. Já, halda áfram. Já, mér finnst bara eins og hjartað í Grindavíkurliðinu er mínum að þetta bara aðeins stærra. Þegar maður horfir á leikinn núna, það er eins og þeim langi sannarlega í það. Ég er ekki að segja að Skagaliðinu langi ekki í þetta, en svona, þegar maður horfir á þetta er þetta svona örlítið keimlíkt því sem maður sá í Keflavíkurleiknum. Það er að segja að við erum svona, Skagaliðið er aðeins eins og sé aðeins brotið, ég veit það ekki. Þetta er þessi, eins og þú segir, auðvitað vilja menn, en það er oft bara sem að það er erfitt að útskýra það, en neistinn er bara kannski ekki eins sterkur til staðar. Þú veist, þó þú ætlir þér allt, að það verður þetta að koma, þú veist, frá einhverjum svona sönnum stað. Jón Gísli með sendingun inn fyrir á Ísak, Damir á eftir að skýla þessum bara út af, já, Damir með alla sína reynslu þarna, það voru 400 eitthvað leikir þarna. Já, það eru 3 mínútur stefnu. Hvenær jöfnu Grindvíkingar? 90+3. Já, 90+3. Með síðustu snertingunni, þetta er ekki búið fyrir að það er búið, en Skagamenn, núna þurfum við að fara að sjá Skagaliðið taka meiri sénsa. Kristján, langur fram, Baldvin, setur hann hátt í loft upp, Ísak, framlengir á Viktor Jónsson, gerir þetta vel, Viktor. Inn á miðsvæðið, Haukur Andrið þar. Gabriel úti vinstra megin, Gabriel með fyrstu snertingu sem að svíkur hann. Erfið sending kannski frá Hauki þarna. Gabriel þarna í snúningnum eiginlega. Já, snýrið öfugt eiginlega. Það er snúið öðru. Lárusvari fram á Rafael, hann finnur Gunnleifur í frábæran snúning, rángstæðan hlýtur að vera. Rafael þarna ekki flaggaður. Það síndist hann nú vera fyrir innan og hann fellur mjög auðvitað við hér ekki fyrsta skiptið. Nei, það var ekkert á þessu. Nei. Ísak, Ingi eftir hann. Ingi er að kreista hérna síðustu dropana úr kálfunum. Boltinn inn á teginn, Haukur á Gabriel. Gabriel nær að leggja hann fyrir sig eða hvað, Styrmir aftur og það er ekki dæmt þarna. Jón Gísli hins vegar, kemur honum á Jóhannes Val.
Jóhannes með boltan inn á teiginn. Gísli Eyjólfsson með skallan en hann máttlaus og framhjá. Það að koma skipting. It's hammer time. Það Andri Karl Júlíusson Hammer sem að koma inn á hjá Grindavík. Ef að tími vinst til, þar segja, nei, Viktor fyrirgefiði. Já, Viktor Guðberg fór línuvilt þarna. Ísak á Gísla, hann á Jón Gísla. Jón síðan með boltan inn á teiginn. Damir hreinsa frá, Ísak, heyrðir hann þar. Baldvin. Haukur Andri. Baldvin núna komið með alla sína hæð þarna framalega á völlinn. Það þarf að gerast hraðar og en heppni þarna Kristján með svona slæma snertingu þarna og gefur í rauninni Skagamönnum akkurat það sem að þeim myndu vilja á þessum tímapunkti. Já, það Ingi Þór Sigurðsson sem að kemur af velli hér. Ingi búinn að skila sínu, hann búinn að algjörlega vera duglegur. Gjörsamlega búinn á því og hann ákveður að fara út af hérna hjá varamannabekk í að engin faðurlög þar sýnist mér þó en Ingi búinn að vera virkilega duglegur og sérstaklega framar í fyrri hálfleik og leituðu mikið upp vinstra megin hjá honum en Ingi gjörsamlega búinn á því 2 mínútum bætt við hér boltinn inn á teiginn auðveldlega skalla frá liggja menn í teignum Böðvar Böðvarsson sýnist mér nei það Ísak kemur boltinn inn á fjær Viktor Jónsson! Viktor Jónsson jafnar fyrir Ía! Hver annar? Jesus. Grindvíkingar voru að gera breytingu, bættu inn varnarmanni. Wow, þetta þetta bara frábært. Það er búið að dramatík á báðum endum. Léttist brúnin á mönnum hér í fjölmiðlastúkunni. Þetta var góður bolti, var þetta Gabriel sem á sendingu það? Mér sýnist það var Haukur Andri og Viktor. Þarna Viktor bara í essinu sínu. Við höfum síðan gera mikið af þessu. Og líka bara mikilvægt fyrir Viktor. Hann hefur svona verið aðeins búið að vera að ströggla á honum en skorar hérna í þessu stjörnuleik, átti ekki góða leik síðast en þetta er bara því þú talar sjálfstraust, þú er búinn að tala mikið sjálfstraust þannig að þetta ætti að veita honum allavega dass af því. Þetta er þá 3. markið hjá Viktori í þessum 2 bikarleikjum á þessu tímabili en hvað er meira eftir? Er meira í þessu? Já, sérðu Haukur. Haukur er ekki hættur, hann langar í þetta. Ísak, grimmur hérna, gerir þetta vel. Já. Vinnur boltana Kristján sem að brýtur síðan á honum og þetta er bara aukaspyrna hérna við hotfánan. Það er ennþá 2 mínútur eftir. Sjáum þetta aftur hérna Ísak, þarna sér maður líka þreytuna kannski í Kristjáni, ferski fætur á Ísak. Og Kristján brýtur á honum. Jón Gísli með þessa aukaspyrnu ná Skagamenn að kreista fram sigurmark hérna og sleppa við vítakeppni eða á þessi leikur hérna bara skili vítakeppni kemur boltinn inn á teiginn skalla frá Styrmir á Gabriel reynir að koma boltanum inn á teig vinnur aðra hotspyrnu pínu klaufið þarna Gabriel af því að hann var aleitt hann tekur stórt hödd sem gera það verkum og varnarmaður raunlega bara kemst að honum þannig að En hann fær hotspinnu og vonandi sjáum við eitthvað gott koma úr henni. Þetta hlýtur að vera bara síðasta sóknin. Nái Grindvíkingar að skalla frá, þá er þetta, myndi ég halda, flautað af hér. Jón Gísli snýr þetta inn að markinu, hreinsa þetta frá og það er aukaspyrna dæmt. Þessi pakki kallar rosalega ofta á aukaspyrnur á sóknarliðið og það er flautað af og það er bara vítakeppni. Já, það er bara svoleiðis 122 mínútur spilaðar. Lúli, þetta var ekki það sem við bjöggumst við hérna þegar við mættum hérna fyrir dag. Nei, alls ekki, en hérna við bjöggum svo sem við tölum fyrir leik. Þetta yrði örugglega hörku leikur og bikarleikir eru nú yfirleitt þannig að það getur allt gerst og það var nú bara þannig í dag. Ég held að, þú veist, þú býst við einhverju en svo gerist þetta bara aftur og aftur í þessari blessuðu keppni að litlu liðin, eða þú veist, liðin í neðri deildunum stríða liðunum í efri deild. Klálega. Það var alveg þannig í dag. Og bara mikið hrós á Grindvíkinga, þeir gerðu þetta vel. Algjörlega. Þannig að
núna ræðist þetta bara á punktinn. Og svo þetta náttúrulega þetta fabúlera með það fram og tilbaka, þú veist, liðið þegar þú ferð inn í vítakeppnina, þetta eins og í körfunni, liðið sem að næra jafna á síðustu sekundum, fer með eitthvað svona andlegt forskotinn í framlíkinguna. Er það þannig í fótboltanum líka að liðið sem jafnar hérna á síðustu stundu, eru við með eitthvað andlegt forskot inn í vítakeppnina? Það er búið að greina, framkvæma alls konar greiningar á þessu og mögulega hefur það áhrif. Það er bara svo margt, þú veist, svo er þetta bara hausinn á viðkomandi, þeim sem tekur víti, hversu kaldur er hann. Þannig að þú veist, það er bara óbúslega erfitt að segja. Maður áttar sig ekki alveg á því hvar hann er hjá hverjum og einum akkurat núna. En markmennirnir spiluðu þetta líka stóra rullu í vítaspyrnukeppnum og ég held að það verður spennandi að sjá hvernig Hjörvar og Árni Marino koma út í þessu. Þeir koma eiginlega alltaf út sem sigurvegarar. Algjörlega, þeir get ekki tapað. Nei, það er rauninni þannig. Já, það er spurning hvort við náum hvort við fáum stjórnanda útsendingar til þess að rifja upp mörkin fyrir okkur rétt áður en að vítakeppnin hefst. Fáum hérna fyrsta mark Skagamanna, það er Erik Sandberg sem skorar eftir hornspyrnu frá Guðmundi Þórarinssyni. Og síðan voru það Grindvíkingar sem að jöfnuðu metin. Það var Gunnleifur Orri Gunnleifsson sem að jafnaði á 90. mínútu með síðustu snertingu venjulegs leiktíma. Klaufi Baldvin hana. Og síðan átti Gunnleifur þátt í næsta marki, fer hérna illa með Jóhannes Wall í rauninni, gerir þetta vel og síðan Rafael með skot í slá. En svo er það hérna, hér sjáum við atganginn fyrir markið sem að Viktor Jóns, jöfnunamark Viktors. Haukur Andri setur hann hérna inn á teginn. Hvar er Viktor á vítapunktunum, þar sem hann hefur verið margoft áður. Og maður hefur séð þetta mark nokkur sinnum. Já, þetta er þetta var svona myndir úr safni, getum við sagt hérna. En það er framöndan hér, vítakeppni, hér er verið að kasta upp á það. Fyrst væntanlega búið að ákveða væntanlega hvort markið er. Það er markið nær höllinni, skils mér. Og svo er það... Ég var að hlusta á viðtal í vikunni þar sem var verið að fjalla þessum vítaspyrnukeppnir og það var verið að tala um að liðið sem að byrjar, minnið það verið þannig að liðið sem byrjar það vinnur oftar vítakeppnir samkvæmt einhverju tölfræði. Og þá var vangaveltan í þættinum um það hvort þetta ætti að vera þannig að liðin myndu spyrna bæði á sama tíma, annað á þetta mark og hitt á hitt markið, þannig að liðin sætu við sama borð. Og svo var það líka þannig að ef að markið sem er valið, þá er nú verið að tala um stærri leikum ef að markið sem er valið er með áhorfendur heimaliðsins eða þess lið sem það lið sem á áhorfendur fyrir aftanmarkið er líklega til að vinna. Já, einmitt. Þannig að þetta er áhorfendur. Þannig að sko, peningakastið í upphafi getur skipt rosalega miklu. Algjörlega. Þannig að þetta er... Sjáum að það er Rafael sem að byrjar að spyrna fyrir Grindavík. Árni til varnar. En ég meina, þú veist, þetta er svo margir vinklar á þessu, sko, skori menn úr fyrstu spyrnunni, þá ertu strax búin að setja pressa á hitliði. Á sama skapi, ef að markmaðurinn ver fyrsta vítið eða fyrsta vítið misnótast, að þá kemur fyrsta spyrnan og Rafael setur hann bara í mitt markið og Grindvíkingar 1-0 yfir. Það er Viktor Jóns sem að tekur fyrsta vítið fyrir Skagan. Nú, svo sem var ég ekki að fylgjast með því hérna, Lúlli, þegar að menn velja vítaskittur, þú kannski þekkir þetta sem kannski þjálfari, að þú veist, þetta leikmennirnir sem bjóða sig fram eða þetta þjálfarinn sem er búinn að ákveða fyrirfram hvaða listi er valinn? Nei, þú veist, þetta þeir sem þora, í umhverfinu sem ég er í þá lítið vítaspyrnukeppnir. Í development mótum sem við förum í, þá er það hluti að því að hjálpa og þroska leikmenn. Við skulum sjá hvað Viktor gerir hér. Viktor, sultuslagur í miðuna. Þá hefur þetta verið, eins og í okkur, þá verður þetta bara verið, þetta er bara skóli, þá verður þetta verið þannig að leikmenn bara bjóða sig fram. Og það er bara misjafnt hverju inn á hverju sinni og allt þetta. En ég hugsa, þetta er líklegt að menn séu búin að vinna einhverju undirbúningsvinnu þegar kemur að þessu. Þannig að, svo auðvitað þarftu að vilja þetta. Það er erfitt að þvinga menn á punktinn.
En svo einmitt líka spurningin, hvora menn að segja nei, þegar þeir langar að segja nei. Ég ekkert alveg viss það, sko. Í þessu umhverfi þá viltu heldur ekki vera eigullinn, en hér Gunnleifur Orri sem búinn að eiga virkilega flotta innkomu í þessu leik. Árni Marino Einarsson til varnar. Árni Marino það hlaut að koma að því! Gunnleifur búinn að eiga nánast óaðfinnanlega leik. Já. En Árni Marino sér við honum. Velur sér rétt horn. Já, velur sér rétt horn og þetta kannski ekki alveg nógu gott víti. Þetta er niðri, ekki alveg út úr stöng, þannig að þetta er eins og ég segi, þetta er línudans, þetta er rúlletta. Ég meina, þetta hefði lítið vel út ef Árni hefði farið í hitt hornið, skilur við. Já, þá hefði við rósað honum fyrir að hann sendi Árna í vitlaust horn. Það er stutt á milli í þessu. En hver næstur það? Böðvar? Nei, Gísli Eyjólfsson. Reynsluboltarnir byrja hérna fyrir Skagan. Gísli, Hjörvar er með hendina á þessum. Þetta var tæpt maður. Gísla er létt. Já, Gísli Eyjóls hérna stálheppinn. Hjörvar setur hægri hendina í hann, velur sér rétt horn. En það er Arnór Gauti sem kemur næst fyrir Grindavík. Skagamenn skrifa undan. Hver næstu segir við? Arnór. Hann er sömuleiðis með góða leik. Virkilega. Getur verið þreytur. Svo hvernig eru káfarnir? Var þetta stöngin inn? Þetta var allavega vel út úr stöng. Ég sá ekki hvort það fór í hérna. En Árni stóð hreyfingarlaus, þannig að þetta leit bara helviti vel út. Jó, það kemur við stöngina, sýnist það. Sérðu það, við erum hérna áhorfenda megin. Það er komin hérna skari af áhorfendum fyrir aftanmarkið. Reyna að vinna með þessa tölfræði sem þú varst að nefna. Jón Gísli Eyland á næstu spyrnu. Getur komið Skagamönnum aftur yfir. Já. Ég var til að sjá hérna hraðatölur á þessum bolta. Neldonum í netið. Þó að Hjörvar hefði viljað hreyfa sig, þá hafði hann bara ekki náði á þessum tíma. Virkilega öruggt. Þetta var örugg spyrna, Jón Gísla, spyrnumaður góður. Bein rist og næstur er Lárus Orri. En misnoti hann þetta víti, þá vantar Skagamönnum einungis 1 mark í viðbót. Gleymið ekki að Grindavík vann Keflavíkur vítakeppni. Lárus Orri öruggur. Já, þetta var öruggt víti. Það er ekki allir sem að þora lyftunum svona. Nei. Maður hefur nú séð menn á borði Roberto Baggio og fleiri setja hann hátt yfir markið. Þeir eru að reyna Þeir verja hann ekki þarna. Nei. Það er alveg ljóst. Það er bara svoleiðis. Gabriel Snær Gunnarsson næstur á dagskrá. Einmitt, þeir eru búin að vera reynsluboltar sem hafa tekið fyrstu 3 vítin. Hér erum við með strák 17 ára á 18. ári sem er vissulega á leiðinni í atvinnumennsku í júlí. Gabriel Snær. Fastur bolti, Hjörvar í rétt á horni. Hjörvar verður örugglega með eitthvað svona kýtl í fingurgófunum þegar hann fer að sofa í kvöld. Já, hann fann alveg fyrir þessum. Hann er með, já, hann er ekki langt frá sér. En Gabriel Snær. Það er Damir Múminovic sem að tekur 5. vítið fyrir hann þarf að skora. Hann verður að gera það. Pressu á Skagamenn. Það var nú kannski ekki úr vegi að reynslumesti maður Grindvíkinga sé sá sem tekur þá spyrnu. Það sem að allt er undir. En sjáum að vítapunkturinn enn og orðin. Já, ég var einmitt að hugsa að hann var í henduri fyrir örfættan mann eins og hann er núna, sýnist mér. En Damir gefur sér góðan tíma hérna. Árni Marino búinn að verja eina. Það gerist. Damir fádæma öryggi. Og það er þá Haukur Andri Haraldsson sem getur tryggt þetta fyrir Skagan.
Spennan er gífurleg. Skorar Haukur, klárar þetta fyrir Skagan eða erum við bara aftur á leiðinu á byrjunarreit. Hjörvar búinn að vera nálægt í að verja 2 af þessum spyrnum. Ég held að allar spyrnum Grindvíkinga hafi komið í sama horn, en ég held að Árni sé bara búinn að skutla sér einu svona og í það skiptið var það. Já. Haukur Andri Haraldsson. Það er að Sönnald þetta. Haukur Andri að fádæmaður ekki, setur hann upp í hornið. Ef einhver elskar svona að fá að klára moment eins og þetta, þá var það Haukur mikil ástríða og hann tryggir Skagamönnum þetta. Já, þetta er búið að vera þvílík rússíbanna reið hjá okkur Lúlli hérna. Heldur betur. Og ég meina, þú veist, sigur er sigur, við erum komin með nafnið í 8-lega úrslitin, en þú veist... Já, það er það eina sem skiptir máli núna. Já. Menn þurfa svo auðvitað bara að fara við þennan leik og greina hvað menn vilja gera betur. Auðvitað fullt af hlutum sem að, eitthvað sem var gott og annað sem var ekki eins gott, þannig að, þú veist, það er bara fótbolti. Og menn með, eins og, ef við tökum Grindvíkingana, þeim með ekki gagnrýna sjálfa sig of mikið. Þetta var flott framistæði á þeim, eitthvað sem þeir taka með sér áfram. Skaginn tekur mögulega sjálfstraust, Viktor skorar, þannig að Erik er að koma tilbaka. Akkurat. En þetta er náttúrulega, þessi leikur eins og hann þróaðist, þá náttúrulega er þetta bara búið að vera, þú veist, Grindvíkingar hátt uppi, Skagamenn svektir að missa niður, Grindvíkingar komnir með pálmann í hendurnar, Skagamenn, þú veist, þannig að þetta er búið að vera, en bæði lið í rauninni geta verið ósátt, en geta líka verið mjög sátt með að hvort liðið gafst upp. Já, þetta var svipukent, þú veist, þetta fór báðum meginn og hérna á tímabili var eins og Skaginn væri með þetta, en svo komu Grindvíkingar tilbaka og gerðu það bara helviti vel. Já. Svo nær Skaginn þessu jöfnunarmarki sem að kemur með vítakeppni og þar endaði ofan og þá komum við að því sem við talaðum áðan að liðið sem að jafnaði seint í leiknum. Er það ofan á þeir inn í vítaspyrnukeppni komið mögulega, ég veit það ekki. Þetta var sannaði það, þessi vítaspyrnukeppni sannaði það. Hvort það dugir vísindalega að segja, þá er ég ekki viss. En Lúlli, ég held að þessari marathon-útsendingu farið nú fram að ljúka. Ég þakka kærlega fyrir að vera með mér hérna. Takk sömuleiðis, takk kærlega fyrir mig. Síðan þarf ég að þakka fullt af mönnum. Arnar Óðinn Arnórsson á myndavélinni, stórkostleg vinna þar. Ingimar Elvar Ágústsson sem að stjórnaði útsendingunni ásamt þeim Snorra Kristleifssyni, Guðmundi Kort Einarsyni. Þeirra framlag ómetanlegt. Sjálfur heiti ég Örn Arnarsson og þakka öllum sem að horfðu á þennan leik og bara hvet ykkur til að fylgjast með dagskrána á IATV í sumar. Við erum með lengjudeild kvenna, við erum með aðra deild karla og vonandi bara sjáum við eitthvað gott koma upp úr hattinum í drættinum á morgun. Það er ekki spurning. Ekki? Takk fyrir mig. Takk kærlega fyrir okkur. Hafið það sem allra best.